Fundur settur í bæjarstjórn Akureyrar 5. apríl 2016. Þetta fundur númer 3390 og 70 fundur ársins. Fyrir okkur liggur dagskrá í 6 liðum og í upphæði fundar vil ég óska þess að óska afbrigða frá dagskrá og taka dagskráli 4 út í útsendi dagskrá. Þessi geta samþykkt það. Það samþykkt samhljóða 11. Og þá það fyrsti liður í útsendi dagskrá, kosning nefnda 2014-2018, breyting á skipun þingfulltrúa landsþings sambandsins, lögðu fram tillaga æðlista breyting á skipan þingfulltrúa landsþings sambandsins íslenskra sveitarfélaga. Preben Jón Pétursson tekur sæti Margrétar Kristín Helgadóttir. Orðið laust. Þessi geta samþykkt það vinsælast gefið merki. Það samþykkt samhljóða. Þá það annar liður, Geirþrúðarhagi 5 deiliskipulagsbreytingar. Ingibjörg Ólöf Ísaksen bæjarfulltrúi tekur til máls. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, að ræða 8. lið í fundargerð skipulagsnefndar frá 23. mars síðastliðnum. Skipulagsnefnd heimilaði umsækjanda að leggja fram tillögu að breytingu á deiluskipulagi og að breytingin yrði unnin í samræmi við 3. málsgrein 44. grein skipulagslaga nr. 123 frá 2010. Tillagan unnin af Ómari Ívarsinni hjá landslagi. Breyting gerð á byggingarreit til austurs. Þar sem óverulega breytingu á gildandi deiluskipulagi að ræða, leggur skipulagsnefnd til við bæjarstjórn að tillagan verði grenndarkynnt samkvæmt 2. málsgrein 43. grein skipulagslaga nr. 123 frá 2010. Ingibjörg Ólöf Ísaksen bæjarfulltrúi lokið máli sínu. Orðið laust. Sem enginn hefur hvatt sér hljós, þá göngum við til kosninga. Þessi geta samþykkt, vinsælast gefið merki. Það samþykkt samhljóða. Þá það annar dagskrárliður, Geirþrúðarhagi 5 deiliskipulagsbreytingar. Þriðji dagskrárliður, Matthíasarhagi 1 deiliskipulagsbreytingar. Ingibjörg Ólöf Ísaksen bæjarfulltrúi tekur til máls. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, að ræða 9. lið í fundargerð skipulagsnefndar frá 23. mars síðastliðnum. Skipulagsnefnd heimilaði umsækjanda að leggja fram tillögu að breytingu á deiluskipulagi á fundi 10. febrúar 2016 og að breytingin yrði unnin í samræmi við 2. málsgrein 43. grein skipulagslaga nr. 123 frá árinu 2010. Tillagan unnin af Ómari Ívarsinni hjá landslagi. Þar sem óverulega breyting á gildandi deiluskipulagi að ræða, leggur skipulagsnefnd til við bæjarstjórn að tillagan verði grenndarkynnt samkvæmt 2. málsgrein 43. grein skipulagslaga nr. 123 frá 2010. Ingibjörg Ólöf Ísaksen bæjarfulltrúi lokið máli sínu. Orðið laust. Sem enginn hefur hvatt sér hljós, göngum við til atkvæðagreiðslu. Þessi geta samþykkt vinsælast gefið merki. Það samþykkt samhljóða. Þá það 4. dagskrárliður, starfsáætlun og stefnuræða nefnda 2016, íþróttaráð. Ingibjörg Ólöf Ísaksen bæjarfulltrúi og formaður íþróttaráðs gerir grein fyrir starfsáætlun ráðsins. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Íþróttir eru fyrirferðarmiklar í menningu og skipulagi flestra nútíma samfélaga. Samkvæmt tölum frá ISÍ stunda 52% barna og ungmenna 15 ára og yngri íþróttir innan íþróttahreyfingarinnar. Íþróttafélögin sinna því mikilvægu samfélagslegu hlutverki sem sporna einnig gegn kyrrsetu sem vaxandi vandamál hér á landi sem og annars staðar. Gera má ráð fyrir að á komandi árum komi fram á sjónarsviði kynslóðir aldraðra sem hafa stundað íþróttir allt sitt líf og gera kröfu að halda því áfram á efri árum. Samfélagið mun því þurfa að bregðast við þeirri eftirspurn og bjóða upp á fjölbreytt íþróttastarf fyrir eldri borgara í nánustu framtíð. Í fjárhagsáætlun Akureyrarbæjar fyrir árið 2016 áætlað að 1600 milljónir fari til íþróttamála. Stór hluti þess fjármagns fer í rekstur fjölbreyttra íþróttamannvirkja bæjarins, svo sem innri leigu, launakostnað og annan rekstrakostnaðar þessara mannvirkja. Í máli mínu hér á eftir mun ég koma þeim verkefnum sem á borði íþróttaráðs sem og fara yfir þau verkefni sem framundan eru.
Í íþróttaráði sitja ásamt mér þau Birna Baldursdóttir, Árni Óðinsson, Þórunn Sif Harðardóttir, Jónas Björgvin Sigurbergsson sem tók sæti Sigurjóns Jónassonar 20. október síðastliðinn, auk Guðrúnar Þórsdóttur sem situr sem áheyrnarfulltrúi. Framlag sveitarfélaga til íþróttahreyfingarinnar margs konar en þar munar ekki síst öll mannvirkin og góða aðstöðu til íþróttaiðkunar. Hér á Akureyri sú aðstaða eins og best verður á kosið og hefur mikið og gott starf verið unnið í þeirri uppbyggingu á síðustu árum og áratugum. Mikið hefur verið lagt til íþróttamála í framkvæmd áætlun bæjarins fyrir árið 2016. Áætlað að skipta gervigras í Boganum á haustmánuðum og þær framkvæmdir áætlaðar upp á 100 milljónir. Umræðan gúmmíkurl hefur ekki farið fram hjá bæjarbúum og fasteignir Akureyrar í samvinnu við íþróttaráð að útbúa viðhaldsáætlun sem felur í sér fyrirhugaðar framkvæmdir til að skipta út gúmmíkurli á sparkvöllum bæjarins. Umhverfisstofnun núna á vordögum að taka sýni á völlum hérlendis og bíðum eftir niðurstöðum úr þeirri rannsókn. Mikilvægt að taka umræðuna alvarlega og umfram allt huga því að börnin njóti alltaf vafans. Framkvæmdir og viðhald í sundlaug Akureyrar skipt niður á 3 ár. Á síðastliðnu ári var farið að laga hluta af yfirborðsefni og sundlaugabökkum, auk þess sem skipt var efni í vaðlaug og ný leiktæki sett upp. Í ár verður lokið við að skipta yfirborðsefni, taka niður gömlu rennibrautina og undirbúa jarðveg fyrir þá nýju sem áætluð í maí á næsta ári. Í mars hófust framkvæmdir í skautahöllinni þar sem skipt verður gólf skautasvellsins. Þær framkvæmdir ganga vel og áætlað þeim ljúki mánaðamótin ágúst-september. Framkvæmdir standa yfir í íþróttahúsi Naustaskóla og verður aðstaðan tilbúin til notkunar í haust. Að undanförnu hefur verið unnið að nýjum samningum milli Akureyrarbæjar og þeirra aðildafélaga sem sjá mannvirkja mannvirkja bæjarins. Gengið hefur verið frá rekstrarsamningi við Golfklúbbinn, Létti, Skautafélagið og samningsdrög við KA og Þór liggja fyrir og stefnt á undirritun í apríl. Mikilvægt að Akureyrarkaupstaður og IBA vinni saman að uppbyggingu íþróttamála hér í bæ. Unnið hefur verið að því að endurnýja samning við bandalagið en með þeim samningi vill Akureyrarbær áfram tryggja að það fé sem bæjarsjóður leggur til fram til byggingar, rekstur íþróttamannvirkja og íþróttafélaga nýtist sem best þeim bæjarbúum sem stunda íþróttir sér til ánægju, heilsubótar og með keppni fyrir augum. Íþróttaráð bókað á fundi sínu fyrir páska og að halda sameiginlegan fund með íþróttabandalaginu þar sem farið verður yfir framtíðarsýn íþróttamála og næstu skref í samstarfinu ákveðin. Málefni Hlíðarfjalls hafa verið hér áður til umræðu þar sem áframhaldandi uppbygging, möguleg breyting á rekstrarformi og fleira hefur verið rætt. Íþróttaráð fól á dögunum forstöðumanni íþróttamála að hefja undirbúning á úthýsingu rekstrar í Hlíðarfjalli. Umræðan ekki ný á nálinni, en þetta enn eitt mikilvægt skref í því að kanna til hlítar þennan möguleika og taka upplýst ákvörðun í kjölfarið. Þrátt fyrir hug okkar á að kanna breytt rekstrarform mikilvægt að halda áfram með áætlanir að uppbyggingu þó svo að rekstrarform fjallsins sé til skoðunar. Vetraríþróttamiðstöð Íslands og ríkið tengjast þessari umræðu og mikilvægt að fá ríkið að samningaborðinu til að ákveða framhaldi. Síðastliðið haust sendi Íþróttaráð erindi til ráðuneytisins þar sem við óskum eftir áframhaldandi uppbyggingarsamningi en enn sem komið hefur ekkert svar borist. Þegar ljóst hver formulega afstaða ríkisins til vetraríþróttamiðstöðarinnar og frekari uppbyggingar á sviði vetraríþrótta verður hægt að taka ákvörðun framhald frekari uppbyggingar í fjallinu. Vinir Hlíðarfjalls hafa sýnt uppbyggingu Hlíðarfjalls mikinn áhuga en gengið var frá endurnýjun og samningi við vinir Hlíðarfjalls síðastliðið haust. Akureyri hefur lagt mikla áherslu á stuðning við íþróttastarf fyrir börn og unglinga. Íþróttaráð samþykkt á fundi sínu fyrir áramót að hækka frístundastyrk ungmenna í bænum til íþrótt- og tómstundastarfs upp í 16.000 krónur frá og með 1. janúar 2016 og hefur því styrkurinn hækkað 60% á yfirstandandi kjörtímabili. Auk þess sem aldurinn sem styrkurinn til hefur færst úr 16 til 13 ára
í 6 til 17 ára. Stefnt að því að upphæðin hækki í þrepum út kjörtímabilið upp í 25.000 krónur. Íþróttaráð í samvinnu við skólanefnd og samfélags- og mannréttindaráð ætlar að stuðla að aukinni samvinnu skóla og íþróttafélaga með það markmiði að gera starf þessara aðila samfellt. Verkefnið er krefjandi og á köflum flókið og er misjafnt milli sveitarfélaga hvernig best er að fyrirkomulaginu sé háttað. Akureyrarbær er að vinna nýrri samgönguáætlun og er einn liður í henni að endurskoða leiðakerfi almenningssamgangna. Haft verður samráð við hlutaðeigandi aðila, meðal annars íþróttafélög, félag eldri borgara og fleiri. Með þessu fyrirkomulagi er möguleiki að nýta almenningssamgöngu betur í þágu ungu íbúan okkar sem vilja nýta sér slíka samgöngu til að geta sinnt sínu frístundum. Á síðasta ári voru haldnir á Akureyri hinir ýmsu íþróttaviðburðir. Eitt stærsta unglingalandsmót UMFÍ sem haldið hefur verið fór fram á Akureyri. Aldursflokkaða meistaramóti Íslands í sundi var haldið hér í bæ. Icelandic Winter Games eða íslensku vetrarleikarnir eru nýbúnir og svo mætti áfram telja. Vil ég nota þetta tækifæri til að þakka sérstaklega öllum þeim sem kom að íþróttaviðburðum í bænum og ekki síst þeim sem stóðu að undirbúningi unglingalandsmóts UMFÍ. Undirbúningur mótsins sýndi okkur hversu mikilvægt það er að eiga gott samstarf við IBA, UFA sem hélt mótið og öll þau félög sem starfa innan vébanda þess. Án þeirra hefði þetta ekki verið möguleiki, en í sameiningu tókst okkur að halda eitt fjölbreyttasta unglingalandsmót sem haldið hefur verið með alltaf 2500 keppendum. Við undirbúning unglingalandsmótsins fóru fram endurbætur á aðstöðu og aðbúnaði í nokkrum íþróttamannvirkjum sem félögin munu geta notað næstu árin. Hlutverk íþróttastefnu Akureyrarbæjar er að styðja við og efla það góða starf í bænum, jafnt almenningsíþróttir sem keppnis- og afreksíþróttir. Tilgangurinn er að fjölga tækifærum íbúa og gesta til reglulegar hreyfingar sem mikilvægra forvarna og vinna þar með að auknu heilbrigði í samfélaginu. Á grundvelli stefnunnar byggir íþróttaráð aðgerðaáætlun sína til lengri og skemmri tíma. Á síðasta kjörtímabili var unnið að langtíma áætlunum í nefndum bæjarins. Íþróttaráð vann slíka áætlun og í þeirri vinnu eru reifaðar margar góðar hugmyndir sem endurskoðar voru og uppfærðar síðastliðið haust. Í langtíma áætluninni horfir íþróttaráð annars vegar til fyrirsjáanlegra og líklegra breytinga og svo hins vegar til æskilegra breytinga innan málaflokksins. Fjöldi atriða og verkefna eru listuð upp í áætluninni enda af nægu að taka. Íþróttaráð telur mikilvægt að farið verði í stefnumótunarvinnu með íþróttahreyfingunni og öðrum áhugasömum aðilum. Fjöldi íþróttafélaga hér í bæ er mikill og fjöldi greina einnig. Mikið hefur verið rætt hvort félög geti nýtt krafta sína og sameinast með einhverjum hætti, en til þess þarf áhuga og vilja allra aðila. Ráðið leita leiða til að efla bæjarbúa til enn frekari hreyfingar. Komið hefur verið af stað verkefninu Akureyri og Iði sem verður haldið annað ári í röð og fer í loftið í maí. Þar ætlar Akureyrarbær í samvinnu við íþróttafélög, einstaklinga og fyrirtæki að bjóða upp á alls kyns viðburði tengda hreyfingu. Tilgangur verkefnisins er að vekja athygli Akureyringa og fjölda tækifæra til reglulegar hreyfingar og ýta undir að allir tilengi sér hreyfingu til ánægju og heilsubótar. Varla þarf að taka það fram hversu mikil forvörn hreyfing er, auk þess sem hún eykur heilbrigði í samfélaginu okkar. Vakning hefur orðið meðal almennings gildi hvers konar hreyfingu til aukins heilbrigðis. Vaxandi aðsókn í íþróttir, heilsuræktarstöðvar og útivist er skýrt merki þetta. Íþróttaráð samþykkti að bjóða börnum og unglingum frítt í sund og á skíði í vetrarfríi grunnskóla Akureyri í febrúar síðastliðnum. Margir nýttu sér tækifærið og er vilji ráðsins til að halda þessu áfram. Akureyrarbær og embætti landlæknis undirrituðu samstarfssamning á Akureyri 28. ágúst 2015 þátttöku Akureyrarbæjar í verkefninu Heilsueflandi samfélag. Heilsueflandi samfélag miðar að því að þróa samfélagslegan ramma utan markvissa og heildræna heilsueflingu allra aldurshópa. Í þeim tilgangi eru lagðar til grundvallar 4 áhrifaþættir heilbrigðis sem unnið er með, það er næring, hreyfing, geðrækt og lífsgæði. Með undirritun samningsins bætist Akureyri í hóp þeirra sveitarfélaga sem skuldbunda sig til þess að efla lýðheilsu og lífsgæði íbúa sinna á markvissan hátt.
Þau eru nú 7 talsins og ná til ríflega helmings íbúa landsins. Akureyrarbær að vinna í anda heilsueflandi samfélags á marga vegu sem þetta verkefni samnefnari fyrir og tengir saman. Nú hef ég stiklað á stóru varðar íþróttastarfsemi og hreyfingun í bænum. Ljóst á þessari yfirferð að íþróttir og hreyfing mikilvægur þáttur í uppbyggingu samfélagsins. Íþróttastarf fléttast inn í menningu, menntun og afþreyingu, auk þess sem það eykur ferðamannastraum til bæjarins. Að starfseminni kemur fjöldinn allur af fólki sem ég langar að færa bestu þakkir fyrir störf þeirra. Ráðinu sem hefur unnið vel saman og síðast en ekki síst vil ég þakka forstöðumanni íþróttamála, Ellerti Erni Ellingsinni, kærlega fyrir góða samvinnu og góðu ráð, sem og Sigríði Stefánsdóttur, framkvæmdastjóra samfélags- og mannréttindadeildar. Eins og áður hefur komið fram að nægja að taka í umræðinni íþróttastarfið, en ég ætla hins vegar að láta hér staðan numið og geyma annað til betri tíma. Takk fyrir. Ingibjörg Ólöf Ísaksen, bæjarfulltrúi, lokið máli sínu. Næst tekur til máls Sóley Björk Stefánsdóttir, bæjarfulltrúi. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég ætla að byrja á því að segja svona, ég byrði ykkur að hafa smá samúð með mér ef að hljómar eins og ég hafi verið með athyglisbrest þegar ég var að skrifa þessa ræðu, því að þetta bara þannig dagur að það pínu erfitt að fókusa á eitthvað svona afmörkuð málefni þegar allt einhvern veginn að gerast í samfélaginu í kringum okkur. En ég ætla svona að það rosa mikið og það rosa mikið af svona spurningum í mínu höfði og svona pælingum íþróttamál og hvernig við tengjum sko íþróttir og heilsueflingu og geðrækt og allt þetta. Þannig að ég með rosa mikið af svona spurningum og hljómar kannski eins og ég sé að þú veist, eins og mér finnst þetta allt vera bara tóm vitleysa og ég sé með öll svörin sko, en það ekki þannig. Ég bara svona, mér finnst bara rosalega mikilvægt að við svona veltum aðeins vöngum yfir þessu málaflokki og til dæmis hef ég mikið verið að velta vöngum yfir því sem að bæjarfulltrúi Ingibjörg kom inn á með þetta hvernig íþróttamál og ferðamál einhvern veginn að tengjast í auknum mæli. Og ég svona, sko þetta náttúrulega á mörgum sviðum og ég ætla kannski að nefna Sundlaugina, Hlíðarfjall og Nökkvasvæðið. Og ég svona veltaði fyrir mig hvort við séum að hræra saman hlutum sem eru einhvern veginn óskyldir en auðvitað ekki óskyldir. En ég svona velti fyrir mér og mér langar bara svona að þið svona hafi það eins og bakvið eyra líka í þessari umræðu, hvort að þetta eitthvað sem væri betra að gera einhvern veginn öðruvísi eða hugsa einhvern veginn öðruvísi eða skipuleggja einhvern veginn öðruvísi. Og svo eitt sem að ég bara hef rosalega mikið verið að spá í og það einhvern veginn sko, mér finnst einhvern veginn eins og í íþróttaráði séu svona, já það eru rosa mikla framkvæmdir í gangi og einhvern veginn svona eins og stefnan sé bara einhvern veginn endalausar áætlanir uppbyggingu og þetta á sama tíma og við sitjum oddvitarflokkana sitjum saman í hóp og ræðum niðurskurð og samdrátt í þjónustu bæjarins og þessi niðurskurður í raun og veru ekki tilkomin vegna þess að rekstur bæjarins sé sem slíkur ósjálfbær og þetta ekki tilkomið vegna, ég ætla að segja, vegna þeirra mjög svo verðskuldaðra launahækkana, kennara, sjúkraliða og annarra starfsmanna bæjarins, nei þetta vegna þess að það búið að offjárfesta. Og það bara búið að taka mikið að lánum til þess að kosta byggingu alls konar mannvirkja. Þetta snýst ekkert bara íþróttir, en íþróttir eru samt rosa svona mannvirkja einhvern veginn rekstur og finnst mér. Og þess vegna bara hef ég bara svona efasemdir einhver plönum áframhaldandi uppbyggingu og áframhaldandi einhvern veginn fjölbreytni og það reyndar sko að því ég var að lesa líka og ég kem kannski inn á það seinna stefnu Akureyrarbæjar í íþróttamálum sem að mér finnst svona aðeins stangast á við þetta með að sameina íþróttafélaga því henni á að fjölga íþróttagreinum, ég veit náttúrulega þetta ekki alveg sami hluturinn, en það kannski aðeins að velta og ég ætla bara að segja ég sakna þess pínu að formaður íþróttaráðs kom ekki aðeins bara
taka ekki sína stefnuræðu einhvern veginn betur út frá stefnunni. Af því að stefnan sko, það rosa svona margt sem komið inn á þar og áætlanir og eitthvað. Og ég vil bara sjá að því að eins og ég sagði, við erum bara kannski erum bara í annarri stemmingu núna, bara í einhverju samdrætti eða hagræðingu og kannski erum við með stefnu sem svona þenslustefna og ég hefði viljað svona heyra þessa stefnuræðu betur út frá íþróttastefnunni. Og ég ætla bara að segja að ég hef efasemdir og nú bara enn og aftur ætla ég bara að ítreka að ég ekkert að segja að ég hafi bara fullkomlega 100% rétt fyrir mér, það kemur alveg fyrir að ég hef rétt fyrir mér líka, en ég hef efasemdir að þetta fjármagn sem bærinn ver til íþróttamála að því sé vel varið. Ég ætla bara að segja það, ég hef bara efasemdir það. Og ég bara hef fullan skilning á því að þetta kostar allt sitt, en ég hef mjög sterka sannfæringu fyrir því að með meiri áherslu á lýðheilsu og minni áherslu á keppnis- og afreksstefnu, þá væri bara hægt að nýta þetta fjármagn betur og þá kannski einmitt til þess að byggja upp fjölbreyttara tómstundastarf og eða koma til móts við það sem að formaður Íþróttaráðs kom inn á, svona aukna þörf á áherslu á hreyfingu fullorðins fólks eða eldri borgara eins og kannski bæjarfulltrúi Ingibjörg kom inn á, en ég hugsa bara líka bara almennt. Þetta einhvern veginn sko, þetta bara eitthvað sem bara almennt held ég svona talið vera mjög mikilvægt. Það bara þessi hreyfing og stöðuga hreyfing í gegnum lífið. Og ég held bara, og þess vegna ég svolítið að bara velta upp svona, ég svolítið bara að reyna að kasta upp öllu, sko, ég held bara við þurfum einhvern veginn að bara endurskoða stefnuna einhvern veginn og bara endurskoða þetta allt saman. Og ég hef, sko þannig að ég hef nefnilega aldrei verið eitthvað og ég hef ekkert sett mér neitt sérstaklega upp á móti þeirri stefnu að við niðurgreiðum íþróttastarf fyrir börn en fullorðið fólk borgi fyrir sig sjálft. Það hefur svolítið verið stefnan og ég hef alltaf svona, já, það bara máli og fullorðið fólk bara borgi fyrir sig sjálft. En síðan það alltaf bara þannig að bæði að allt fullorðið fólk hefur ekkert endilega efna á að borga fyrir sig sjálft, en jú, það eru alls konar aðrir möguleikar og það bara eftir að fara út að labba. En þá náttúrulega langar mig til að minnast á svifryk sem gengur svolítið gegn því. Og ég held bara að við þurfum að koma til móts við það að við þurfum bara að gera. Og ég ekki sannfærð að lausnin liggi eins og mér finnst vera svona lýsandi í gegnum íþróttastefnuna sem bara að útivist. Það bara lausnin fyrir fullorðið fólk sem á ekki pening til að borga sinni líkamsræktarstöðvar sem hinn valkosturinn einhvern veginn eða sko ganga inn í starf íþróttafélagana sem þú veist, ég held að sé einhvern veginn pínu flókið sem, ef maður hugsa svona sem almenn dagleg hreyfing. Þannig ég held að þetta sé bara eitthvað sem við þurfum að hugsa. Hvernig ætlum við að huga að almennri daglegri hreyfingu fullorðins fólks, bara allra. Aðeins hérna. Ég vil bara segja að ég mjög ánægð með þessa aukningu á frístundastyrknum og ég held að það sé mitt, þar svolítið verið að koma til móts við alla, að allir eigi aðgang inn í, en það náttúrulega ekkert endilega fókuserað á íþróttastarf, það náttúrulega bara á tómstundastarf og sem að ég mjög hlynnt að það sé ekki verið endilega að moka öllum í íþróttir, heldur fólk að velja sér tómstundir, en þá þurfum við samt líka huga að hreyfingunni. Og þá komum við kannski inn í umræðina samfellu skóla og íþrótta og að leiðin til þess sé að auka samvinnu skóla og íþróttafélaga. Og ég ætla bara að segja, ég bara ekki sannfærð að það sé besta leiðin, en ég hef náttúrulega ekki setið inn í íþróttaráði, þannig ég myndi gjarnan vilja heyra frá formanni íþróttaráðs hvaða aðra leiðir hafa verið skoðaðar og hverju hefur verið velt upp og hvers vegna ákveðið að það sé besta leiðin að stuðla samfellu skóla og íþrótta eða skóla og hreyfingar, eins og ég vil bara miklu frekar að við hugsum þetta hreyfing en ekki endilega íþróttir og íþróttagreinar. Og af hverju valið að auka samvinnu skóla og íþróttafélaga? Og líka, þú veist, og hvaða hugmyndir sko, einu hugmyndir sem mér finnst ég geta lesið út af þessu að breyta leiðakerfi strætó svo að falli betur að starfsemi íþróttafélagana, þú veist, af hverju, eða það eina eða hvað fleira? Ég mjög forvitin þetta, því ég finnst þetta bara ótrúlega
svona mikilvægur málaflokkur og ég vil bara heyra meira. Og ég held að núna sé staðurinn í ræðinu minni þar sem ég kem alltaf inn á sem mér finnst ég þurfa að taka það fram og ég ekki á móti íþróttum. Og ég hef til dæmis alveg fulla skilning á því hvernig íþróttaviðburðir eins og unglingalandsmót UMFÍ gagnast ferðaþjónustunni í bænum. En þá náttúrulega komum við aftur að þessu með að tvinna saman íþróttastarf og ferðaþjónustu og ég held að við ættum einhvern veginn, að ég held bara að við ættum að velta því fyrir okkur. Hvernig það? Af hverju það einhvern veginn eins og það Af hverju gerum við það eins og við gerum það? Og ég fór líka að velta því fyrir mér að það rosa tekjuaukning, fáum ofsalega mikið af fólki í bæinn. Hin hliðin á peningnum náttúrulega að fólki í bænum það fer líka í þessar ferðir til annarra bæja og veldur miklum kostnaði á mörg heimili og það eru mörg heimili sem að líða svolítið fyrir þetta. Krökkum finnst leiðilegt ef þau komist ekki með og það verður að gera alls konar ráðstafanir til þess að þau komist með. Þannig að mér finnst bara svo mikilvægt að við lítum á báðar hliðar og þetta hin hliðin á þessu. Og ég vil bara einhvern veginn vera vakandi fyrir því að og ég held bara að við þurfum að virkilega einhvern veginn að bara taka hana málaflokk og einhvern veginn bara alveg endurskoða hann og bara hvernig einhvern veginn viljum við skipuleggja þetta og bara hvað hlutirnir kosta og hvað er Akureyrarbær sem stofnun að fá út úr þessu og hvað er vel að í þetta og hvað er íbúar bæjarins að fá út úr þessu og hvað er þeir að leggja í þetta. Og líka bara kannski í þessu samhengi, hvað eru hin 48% að gera? Það eru 52% barna og ungmenna sem taka þátt í skipulagi íþróttastarfi á vegum íþróttafélagana. Hvað eru hin að gera? Mér finnst einhvern veginn mikilvægt að við, en kannski það bara ég sem veit það ekki, en ef að formaður myndi vilja þá bara upplýsa mig. En það að því ég alltaf að hugsa þetta með gildi hreyfingar og mikilvægir hreyfingar og þetta og þessi samstarfssamningur við embætti landlæknis heilsueflandi samfélag, að þá bara langar mig að spyrja hvaða stefnubreytingar hefur íþróttarráð gert eða hvaða stefnubreytingar eru á prjónunum sem eru sérstaklega tilkomna vegna þessa samkomulags. Hvað er þetta samkomulag að gera? Og þá náttúrulega veit ég, það er þetta átakið Akureyrar og þá fer ég að hugsa strax líka, leiðin til aukin heilbrigðis, hún liggur náttúrulega ekki gegnum átök, heldur viðvarandi hreyfingu og heilbrigðan lífstíl og líka langar mig til að heyra hvaða hugmyndir eru á lofti geðrækt og kemur það einhvern veginn inn í íþróttaráð eða hvar kemur það inn, að það er allavega inn í þessum samstarfssamning við kveðið á það. Og svo náttúrulega bara að því náttúrulega eðlilega fór að lesa bara íþróttastefnu bæjarins og þá var bara eitt sem að eða það var ekki bara eitt, það var sumt. En það er eitt sem ég langar að nefna núna sem og með leyfi forseta ætla ég að vitna í stefnuna. Rannsóknir sem hafa verið gerðar hér á landi sýna að þau börn og ungmenni sem stunda íþróttir eiga meiri möguleika á að njóta þess sem lífið hefur að bjóða og þau leiðast síður út í neyslu hvers konar ávana og vímuefna. Og ég vil bara spyrja, meiri möguleika en hverjir? Af því að það er nefnilega þannig að rannsóknir hafa sýnt að skipulagt tómstundastarf barna og ungmenna hefur forvarnagildi. Það er ekkert að mínu viti sem bendir til þess að íþróttir hafi eitthvað fram yfir aðrar tómstundir í þessu efni. Og þessi kafli sem ég var að lesa upp úr, hann er tekinn beint upp úr íþróttastefnu menntamálaráðuneytisins frá 2006 sem að nefnist Íþróttavæðum Ísland. Og þarna finnst mér við enn og aftur vera að loka augunum fyrir bara öðrum og fjölbreyttari leiðum. Við finnst við vera bara aðeins of þröngsýn. Og ég veit ekki hvort að menntamálaráðuneytið sé eitthvað búið að opna augun og endurskoða, þetta er náttúrulega 10 ára gamalt frá þeim, ég hef ekki kynnt með það, en allavega finnst mér að við þurfum að opna okkar augu og ekki taka svona hluti bara blindandi upp. Og svo kannski, að því ég er ofta að tala þetta hreyfingu og íþróttir, ég er rosa mikið að velta því fyrir mér, hvernig þetta er allt saman skipulagt hjá okkur. Og í íþróttastefnu Akureyrarbæjar þá stendur með leyfi forseta hlutverk íþróttastefnu Akureyrarkaupstaðar er að styðja við og efla þetta góða starf í bæjarfélaginu jafnt almenningsíþróttir sem keppnis- og afreksíþróttir. Og mig langar að spyrja formann íþróttaráðs bara hvernig
erum við að greina á milli almenningsíþrótta og keppnis- og afreksíþrótta þegar kemur að því hvernig fjármunum bæjarins stýrt á milli þessara tveggja liða. Þú veist, þetta bara allt í einni súpu eða þetta ekki allt í einni súpu og þá hvernig það skipulagt. Og svo eins og ég kannski kom inn á áðan, þar sem að mér fannst einhvern veginn eins og stefnuræða formannsins stangaðist á við stefnu Akureyrarkaupstaðar, að með leyfi forseta, ef ég tek upp úr íþróttastefnu, með íþróttastefnu sinni vill Akureyrarkaupstaður styrkja og þróa aðstöðu til íþróttaiðkunar og stuðla að aukinni fjölbreytni og gæðum. Og líka bara vilja spyrja í samhengi við það sem ég var að tala fjárhagsstöðu bæjarins, hvernig sér fólk fyrir sér þetta útfært. En ég ætla bara, ég ætla nú ekki að eyða öllum deginum í að tína út úr íþróttastefnunni og spyrja eitthvað formann íþróttaráðs út í þessi fjölbreyttustu atriði. Heldur bara svona, og líka vil ég heyra bara hvernig meirihlutinn sér fyrir sér að framfylgja stefnunni og hvernig, þú veist, og allar vangaveltur finnst mér mikilvægt að koma inn í þessa umræða, því ég held að, þú veist, og þetta þessi fundur þetta náttúrulega einu opni vettvangurinn fyrir íbúa til þess að fá innsýn í þennan málaflokk og ég vil bara endilega, við notum þetta tækifæri núna þegar við erum að ræða stefnuræðu og stefnu íþróttaráðs, að við veltum svolítið vöngum yfir því hvernig hægt að hugsa hlutina öðruvísi. Og ég held til dæmis að það væri bara mjög gott upp á svona innsýn í málaflokkin að fara betur yfir fjármál og rekstur málaflokksins. Og ég hef bara trúað því að væri hægt að gera það á þess að þetta svona einhver leiðileg talna upptalning, en það bara, þú veist, það bara svona hver að finna út fyrir sig, hvernig maður setur slíkt fram. En bara svona sem dæmi þá myndi ég vilja, ég skil til dæmis ekki hvernig framlag ríkisins til vetraríþróttamiðstöðvar Íslands sem ég held upp á 2-3 milljónir sem að, þú veist, ég væri geggjað til í að heyra aðeins betur Takk fyrir. Sóley Björk Stefánsdóttir bæjarfulltrúi lokið máli sínu. Næst tekur til máls Logi Einarsson bæjarfulltrúi. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég ætla nú ekki að vera sérstaklega langorður. Ég ætla að byrja á því að þakka samt Ingibjörgu fyrir bæjarfulltrúa fyrir ágætis yfirferð yfir málaflokkin. Það hefur komið fram hér á fyrri fundum að við stöndum auðvitað í rekstrarúttekt á bænum og það ber náttúrulega kannski að mun örugglega lita umræðin eitthvað. En svona almennt þá eru kannski 2 atriði sem ég langar að fjalla sérstaklega og það eru auðvitað íþróttir og heilsuefling. Það eru auðvitað gríðarlega mikilvægt fyrir okkur sem að búum í samfélagi sem á hraðri leið að vera eldra og fleiri þegnar munu vera á því aldurskeiði að þeir munu ekki kannski leggja inn í samfélagið, heldur taka pening út úr því, að sjá til þess að það verði allavega ekki okkur að kenna að menn geti ekki í rauninni haldið heilsu. Og þess vegna held ég að skipti miklu máli þar sem að Sóley bæjarfulltrúi kom inn á að við tryggjum í rauninni þann hlut af íþróttastarfseminni sem að snýr að almenningi. Auðvitað þurfum við líka að leggja mikla áherslu á keppnisíþróttir og annað slíkt og við gerum það myndarlega. En ekki síður bæði þau 48% sem barna sem ekki stunda skipulagðar íþróttir og eldra fólk sem í rauninni hætt að vinna en þarf að styrkja sig og halda kröftum. Nú það ekki svoleiðis að þau 48% sem stunda ekki skipulagða starfsemi fá í rauninni ekkert fyrir peningin í bænum. Ég á 2 börn og hvorugt þeirra stundar skipulagt íþróttastarf. En þau hins vegar njóta mjög góðs af uppbyggingu bæjarins. Þau stunda sund og þau nota ágætis göngustíga og sækja Hlíðarfjall eitthvað. Og ég veit að það var auðvitað ekki það sem að bæjarfulltrúi Sóley var að nefna, en ég vildi nú koma þessu að.
Nú, þegar að kemur að eflingu hreyfingar barna, þá verðum að huga þetta að fleiru heldur en bara að moka peningum í íþróttafélag og skipulagt íþróttastarf, og ég sammála því. Mér detti í hug 2 dæmi frá Norðurlöndunum. Danir til dæmis, þeir hafa sett 500 metra radíusa við skólana sína sem eru þannig að það er bannað að sleppa börnum innan hringsins. Það gera þeir til þess að þvinga þá sem að búa innan hringsins og kannski rétt við jaðar hans að labba í skólan en að fá ekki far. Og þetta er eitthvað sem er mjög auðvelt í framkvæmd og ég held að við ættum að skoða vegna þess að það þarf enginn far 1000 metra í skólan sinn nema kannski þá allavega mestalagi fyrstu 1-2 árin. Við getum þó leitt þau og við getum labbað með þeim ef það þarf. Norðmenn hafa farið kannski enn skemmtilegri leið. Þeir hafa í nokkrum sveitarfélögum þá hafa þeir farið út í það að kortleggja algengar gönguleiðir barna á leið í skóla og sett upp lítil leiktæki. Það hefur reynst vel. Krakkarnir finna fljótt út að það er skemmtilegra að labba og leika sér aðeins á leiðinni og koma sér í skólan heldur en að bíða eftir að úrelt foreldri skafi af rúðum og skuttlist með það í biðröðum. Þannig að það er ýmislegt sem við getum lært af nágrannaþjóðum okkar sem hafa nú bara verið býsna leiðandi í einmitt almenningsíþróttum. Og ég veit að áhugi íþróttaráð stendur alveg til þess og þetta átak sem auðvitað réttilega má ekki verða bara átak. Það Akureyri og Iði, það er auðvitað viðleitni í þá átt. Nú hitt sem ég langaði að nefna, það er auðvitað eitthvað sem ég og eins og kannski annað sem ég hef sagt hér, margótt hrotið af mínum vörum og það er í rauninni íþróttir sem aðdráttarafl. Þá er ekki bara að meina þessir skipulögðu íþróttaviðburðir sem að fólk sækir hingað á sumrin eða vetrum. Ég á heldur ekki bara við Hlíðarfjall. Ég á einfaldlega við það að við eigum ofboðslega mikið undir því að hingað sæki fólk og vilji vinna þau störf sem að hér er í boði, mikilvæg störf í samfélaginu eins og í kennslu eða upp á spítal eða annar staðar. Og við vitum það bara að í síauknum mæli þá hugsa foreldrar umhverfi barna sinna þegar þau ákveða að setjast niður einhvers staðar. Og það er bara einfaldlega þannig að foreldrar sem ákveða að flytja hingað með 2-3 börn, þau munu skoða hvað er mögulegt fyrir barn með þetta að gera. Getur að stunda fótbolta, skíði, skauta, spila á fiðlu eða hvað það nú er. Þannig alveg eins og menningin, þá eru íþróttamálin alveg gríðarlega mikið fyrir okkur. Ég held hins vegar megum ekkert gleyma afreksíþróttum, vegna þess að þær hafa líka gildi auðvitað fyrir þá sem stunda það en ekki síður fyrir þá sem að horfa á og gleðjast og dásta ungu afreksfólki. Og það hvetur menn til hreyfinga, við höfum svo margoft séð það. Nú, mér langar aðeins að nefna Hlíðarfjall og þær hugmyndir sem þar eru uppi. Og það er svona almenningsíþróttasvæði, getum við sagt, svona fyrst og fremst. Það hafa verið hugmyndir það að skoða hvort að það sé til einhver annar flötur á rekstri heldur en að Akureyrarbær sjá þetta. Og mér finnst það ábyrgðarlaust að skoða það ekki. Í ljósi þess að við þurfum á næstu árum að standast fyrir einhverri uppbyggingu þar, en það getur verið að það sé betra að gera það með einhverju öðru formi heldur en að bara bærinn reki þetta með óbreyttum hætti. Ég horfi hins vegar alveg eins til fyrirkomulags eins og sjálfseignarstofnunar, eins og að fá eitthvað einkafyrirtæki til þess að reka þetta. Þau fyrirtæki eru auðvitað bundin á margan hátt, þau eru ekki rekin hagnaðardrifið og það má ekki taka arð út þeim fyrirtækjum, það er svona samfélagsleg verkefni. Ég bendi á að það eru fáir sem eiga meira undir mikilli uppbyggingu í Hlíðarfjalli en ferðaþjónustan sjálf. Og mér þætti ekkert óeðlilegt þó að við reyndum að fara þess á leit við ferðaskrifstofur, hótel, bílalegur
veitingastaði, að þessi fyrirtæki kæmu með okkur inn í þennan rekstur. Þetta munum við leggja verulegan pening inn í púkið, en ég held sér ekkert vitlaust að fá fleiri hagsmunaaðila að málinu. En umfram allt, í öllum svona hugmyndum þá þurfum við að fara varlega og við þurfum að reisa girðingar í slíkum samningum sem að gætu orðið. Við þurfum meðal annars að tryggja að aðgangseyrir sé með þeim hætti að þetta sé áfram fjölskyldusport eins og hefur verið á Akureyri lengur en elstu menn muna, og við þurfum að tryggja þetta skólabörn hafi þarna möguleika á því að sækja upp eftir og gera það áfram hluta af skólastarfinu að kynnast Hlíðarfjalli. Nú, við mögum ekki gleyma því að Hlíðarfjalli er íþróttavöllur fyrir keppnisfólk og þá sem að hafa áhuga að æfa íþróttir, og það þarf að tryggja slíka hluti, og síðan er þetta heimavöllur landsliðsins í skíðaíþróttum, þannig að það er auðvitað mörgu að gæta í því. En ég er sem sagt opinn fyrir því eins og aðrir að taka þátt í þessari skoðun, enda sé hún á samfélagslegum nótum fyrst og fremst. Nú, Sóley bæjarfulltrúi kemur aðeins inn á samfelldan skóladag. Nei, þá hún reyndar bæjarfulltrúi Ólöf sem að nefndi, Ingibjörg Ólöf sem að nefndi samfelldan skóladag. Og það er afar mikilvægt, en ég held að hugmyndin hann sé ekkit endilega að það sé bara á forsendum íþróttana. Það er búið að skoða þetta í mörg ár og gengið hægt, en einhvern tíma tekst okkur að finna það form sem að hentar, og þar erum við auðvitað líka að skoða hlýtur að vera annað tómstundastarf en íþróttir. En þetta er mikilvægt mál vegna þess að á hugmyndafundi velferðarstefnu í síðustu viku þá skorar þessi punktur einna hæst í hugmyndum þáttakanda. Að það sé svo mikilvægt að skapa börnunum það umhverfi að þau geti sótt skóla, tekið þátt í tómstundum og komið heim eftir hæfilega langan vinnudag. Aðrir foreldrar og börn þá eftir atvikum verða svo að gera þá í eigin ábyrgð að menn vilja svo leggja meira á sig og taka kvöld og helgar undir líka. Ég held að það sé kannski erfitt að banna það, en við erum örugglega ekki að ýta undir það. Og þá kemur nú að þessum tómstundastyrkjum sem að ég er alveg sannfærður að er farsælt skref að hækka í þrepum, og ef ég man rétt þá var það nú samhljómur held í allra framboða að standa fyrir því, þannig að það verða nú enga deilur. En mig hefur lengi langað að skoða með hvaða hætti þessi styrkir dreifast. Vegna þess að eitt er að greiða 15.000 krónur eða 25.000 krónur í lokin með ástundun í eina íþróttagrein. Hitt er svo kostnaður sem fellur á bæinn við ástundun á hvert barn. Og það er náttúrulega mjög mikil einföldun að halda það að þessi ávísun dekki allan kostnað bæjarfélagsins við íþróttastarfi. Við erum að styrkja félögin á svo margan annan hátt. Og ég hef skoðað rannsókn eða skýrslu, útdrátt úr skýrslu frá Norðurlöndunum, þar sem kemur í ljós að það er jafnvel mörg börn sem að stunda margar og dýrar íþróttir og tómstundir sem að njóta í meðgjöf mikið af peningum á meðan að önnur börn fá nánast ekkert. Og maður spyr sig kannski, ef við tökum 3 dýrustu íþróttirnar og 3 dýrustu tómstundirnar, eru kannski einhverjir krakkar sem eru að stunda 2 eða 3 af þessu, og er það endilega eðlilegt? Nú hef ég ekkert svar við því hvernig hægt að bregðast við svona hlutum, en það merkilega sem kom fram í þessari rannsókn og í þessari skýrslu var að oft eru þetta jafnvel börn sem koma frá betur settu heimilum. Þannig að við það verður eiginlega jafnan kannski enn ósanngjarnari. Þannig að mér finnst nú ekkert þar sem við höfum nú öfluga félagsfræðideild upp í háskóla og gott samstarf við háskólann á Akureyri,
að við fengjum hann í lið með okkur til þess að skoða þessa hluti og greina bara niður hvernig við erum að styrkja börn og unglinga í tómstundar og íþróttastarf. Ekki endilega vegna þess að ég sé ofsóknum yfir því að vera að gera það, heldur hins vegar erum við að leggja of lítið á okkur til að grípa þau börn sem að minnst eiga og minnst hafa og minnsta hvatningu fá heima hjá sér. Og það held ég að væri ekki síður mikill sparnaður fyrir samfélagið ef við næðum að fá þessi börn inn í einhvers konar tómstundastarf í staðinn fyrir að kannski að bæta sífellt ofan á það sem fyrir er. Nú að öðru leyti þá ætla ég nú að leyfa fleirum að kannski að taka við boltanum og koma að fleiri punktum. Það getur vel verið að koma hérna aftur upp, ég veit það þó ekki, en ég þakka fyrir þessa umræðu, hún er auðvitað bráðnauðsynleg. Ég er ekki endilega viss að ég sé sammála Sóleyju að við erum að kollvarpa öllu og skoða allt upp á nýtt, ég held að það sé dálítið stórt verkefni, en ég er alveg til í einhvern leiðangur með henni þar sem við skoðum þetta dálítið róttækt með hvaða hætti við komum að tómstundar og íþróttastarfi og með hvaða hætti við erum ekki að gera það. Bæjarfulltrúi Logi Einarsson hefur lokið máli sínu. Næst tekur til máls Sigríður Huld Jónsdóttir, bæjarfulltrúi. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Það er nú búið að koma aðeins inn á það sem ég ætlaði nú að tala um, en bara leggja áherslu á það að með frístundastyrkin að hann er mjög jákvæður og frábært að við gerðum breytingar á honum, því að ég held að þetta skipti verulega miklu máli fyrir barnafjölskyldur að geta sótt í þennan styrk. Hins vegar hef ég svolítið áhyggjur af því að ferðakostnaður barna í íþróttum hérna á Akureyri, hann er orðinn og hefur alltaf verið mjög hár og það er oftar en ekki það sem að foreldrar tala um að sé eitt af því sem hefur áhrif á þá ákvörðun, hvort að börnin fara í íþróttir eða ekki, því að það að þurfa kannski að borga 5-6 sinnum yfir árið 8 til 15.000 kall til þess að barnið geti farið í keppnisferð. Það er töluvert mikið peningur og getur haft töluvert áhrif á það hvað börnin er að gera í íþróttum, og mér langaði aðeins að spyrja formann íþróttaráðs hvort að það hafi eitthvað verið rætt eða gert, hvort að og hvað við í rauninni sem bæjarfélag getur gert til þess að lýsa áhyggjum okkar yfir þessum ferðakostnaði til heildarsamtakana eins og KSÍ og HSÍ og FRÍ að íþróttafélag út á landi þurfi ekki að vera að leggja í allan þennan kostnað, og eins líka hefur maður heyrt á þjálfurum í fleiri en einu íþróttafélag og fleiri en 2 hérna í bænum að það er lítill vilji til þess að skipuleggja keppnisferðir þannig að það sé hægt að samræma og hafa ferðirna þannig að þær séu kannski líka aðeins að dreifast meira yfir árið en ekki kannski koma allt í einu 3 helgar í röð sem að krakkinn þarf að fara í burtu í sömu íþróttagreinum til þess að taka þátt í mótum. Og eins líka eru félögin innan bæjarins, eru þau að nýta nógu vel samlegðan áhrifin af þessum ferðum og vera að nýta bæði kostnað við ferðirnar og gistingu og jafnvel sameinast einhvers konar fararstjóra. Bæjarfulltrúi Sóley kom aðeins inn á almennu samgöngunar að auðvitað skipta þær mjög miklu máli í tengslum við það að börnin geti nýtt sér strætó til að fara á æfingar og til dæmis bý ég sjálf í Giljahverfi og á barn sem er í íþróttum í Káaheimilinu og það
það fer engin strætó úr Giljahverfinu fram hjá KH-heimilinu. Það þarf að fara úr þarna við Hrísalund til þess að komast á æfinguna. Svo sem ekki löng leið en svolítið athyglisvert að sjá að strætó fer ekki þarna framhjá úr hverfinu. Og eins líka, maður velti oft fyrir svo, ég ekkert ætlast til þess að formaður íþróttaráðs svari því að hver ákveður stundum þetta gríðarlega æfinga álag á börnin og vitum við nógu mikið það hvað áhrif það að hafa á börn að æfa kannski 2-3 íþróttagreinar svona ung í ströngum æfingum og það eru kannski orðin 10 til 15, jafnvel meiri klukkustundir á viku sem að krakkin í íþróttaæfingum. Og það að íþróttafélögin séu að taka krakkana sem að eru oft sannarlega afreksbörn í íþróttum og þau eru sett upp í flokkinn fyrir ofan sig og stundum það nú bara hreinlega gert á þess að spyrja foreldrana það fyrra bragði, hvort að maður sé sáttur við að barnið sé að fara að gera þetta. En yfirleitt grípur barnið þetta mjög glatt og ef þau eru metnaðarfull með það. En ég held að þetta sé eitthvað sem við verðum að vera meðvitaðir og íþróttafélagin það þeirra kannski ábyrgð líka að vita það hvaða áhrif þetta hefur og líka koma upplýsingu til foreldra að krakki sem er í 3 íþróttagreinum, hvað þetta að hafa áhrif á líkamann til lengri tíma. Ég er nú sjálf hjúkrunarfræðingur, ég í mínu námi þá var ég sem nemi á deild þar sem var fyrrverandi handboltamaður var í aðgerð og hann sagði sjálfur að sjúkraskrá sín væri orðin ansi stór bunki og hann hafði áhyggjur af því hvernig, og þetta nú orðið ansi langt síðan, hvernig væri verið að hugsa íþróttaiðkun barna upp á framtíðina. Því að þannig var viðkomandi að fara í sína aðra aðgerð á ökla. Þannig að en auðvitað erum við líka misjafnlega í grunninn frá genunum séð. En nóg það. Síðan Akureyri á Iði og heilsueflandi samfélag, mér finnst þetta mjög jákvætt verkefni og þessi verkefni þau efla almenning til þess að hreyfa sig og svona efli lýðheilsu. Ég hef sjálf reynslu af verkefninu heilsueflandi framhaldsskóli sem að bæði VFMA og MA taka þátt í og held ég bara öllum framhaldsskólum á landinu og það sambærilegt verkefni unnið með framhaldsskólunum á landlæknisembættinu og þessi verkefni öll eru mjög góð og gild og gefa manni ákveðin verkfæri og leiðbeiningar ýmislegt sem hægt að gera í tengslu við lýðheilsu. En hins vegar fylgja þessum verkefnum með aldrei henni peningar og það gerir það verkum að hversu vel maður meinar í upphafi að fara á stað með þetta af því að verkefnin eru sannarlega góð en fjármagni fylgir yfirleitt ekki með og margt af þessu kostar ekki mikið en engu á síðu, það einhvern veginn að skipuleggja það. Þannig að mér langt að spyrja formann íþróttaráðs hvort að það sé eitthvað fjármagn til dæmis veitt inn í þetta verkefni þar sem að félagasamtök eða aðilar geta sótt styrki til þess að halda til dæmis eins og viðburði innan bæjarins og fá að nýta aðstöðu sem bæjarinn á og eins líka hvort að því ég veit að það oft verið að tala samstarfsaðila, eru komnir einhverju samstarfsaðilar inn í verkefni. Nú ég mörguleyti tek undir það sem að bæjarfulltrúi Sóli var að tala áðan íþróttaiðkun fullorðinna að eru við að greiða fyrir aðstöðu fyrir fullorðna alveg eins og við erum að greiða fyrir börn eða eru fullorðna að taka
meiri þátt í kostnaði en börn og ætti kostnaðurinn að vera meiri á okkur. Ég meina auðvitað getur það haft áhrif á það hvers konar íþrótt viðkomandi getur þá stundað ef þetta fer að vera mjög dýrt en erum við að horfa á gjaldskrárna með þessum augum að fullorðnir séu að borga hærra fyrir sína íþróttaiðkun heldur börn. Og maður veltur stundum fyrir sig hvort að frístundastyrkurinn ætti bara að vera enn hærri þannig að það væri pottþétt að það væri fjármagn bæjarins væri að fara til barnanna en kannski ekki til þess að ég geti farið í blag einhvern tímann. Því að auðvitað kostar það líka að halda úti mannvirkjum bæjarins eins og til dæmis á kvöldin þegar fullorðnir eru þar í íþróttum. Því að það að tryggja sæmilega og mjög góða aðstöðu fyrir almenning eins og bara það frábæra svæði sem við höfum við bæjardyrnar í Kjarnaskógi og margar mjög góðar gönguleiðir allan bæinn að það eitt en að kosta marga að reka mörg íþróttamannvirki kostar hellingspening. Eins og hefur komið áður fram að við erum að fara yfir sparnaði í kerfinu hjá okkur og það þessi málaflokkur náttúrulega ekki stikkfrýr í þeim aðgerðum og ég allavega frá mínum bæjardyrum sér finnst mér að við höfum alltaf að hafa börnin í forgang í öllu íþróttastarfi og að það sé það sem við viljum byggja upp og síðan kæmi almennings og lýðheilsa þar á eftir. En annars bara takk fyrir umræðina. Sigríður Huld Jónsdóttir bæjarfulltrúi lokið máli sínu. Næst tekur til máls Preben Jón Pétursson bæjarfulltrúi. Forseti, bæjarfulltrúar. Ég vil byrja að þakka bæjarfulltrúa Ingibjörgu fyrir ágætis samantekt og yfirferð. Ég hef svolítið verið að velta fyrir mér hlutverki íþróttaráðs, bara hvort að við séum að nálgast þessi málefni á réttan hátt. Það kom aðeins fram að við værum með 58% barna sem væru að stunda íþróttir. Eftir standa 42% eins og svo bæjarfulltrúi Sólu kom inn á. Og hvort að væri kannski komin tími að endurhugsa þetta. Við erum með samfélags- og mannréttindaráð sem heldur utan ákveðnar tómstundir, við erum með skólanefnd sem heldur líka undir tónlistarskólann og fleiri svona málaflokka. Hvort að væri ekki bara komin svona eitthvað umræðan grundvöllur að stofna frístunda- og forvarnaráð sem heldur bara utan málefni barna og íþróttaráð eins og í dag að þeir eru með sundlaugarnar og Hlíðarfjall og annað, það myndi þá bara ekki tilheyra þá bara annað hverju stofu þessum atvinnumálalega. Þó að íþróttasvæðið sé, eins og við höfum komið inn á, skíðasvæðið sé líka náttúrulega íþróttasvæðið og sundlaugarnar eru líka íþróttasvæði, en þá þetta orðin töluvert svona atvinnuuppbyggingarsvæði fyrir og við seljum þetta sem aðdráttarafl fyrir ferðamenn og annað. Þannig ég held að veri svona alveg grundvöllur að ræða það hvort að eðli íþróttaráðs gæti breyst í framhaldinu og ég veit að Reykvíkingar hafa gert þetta með ágætis árangri og fleiri sveitarfélög. Ég geri mig líka alveg grein fyrir því að eins og í skólamálum og öðru þá ágætt að fara líka varlega í mikla breytingar í þessum. Við höfum Íslendingar verið að skila gríðarlega góðum árangri í íþróttamálum og það hafa verið að koma og verið að leita til okkar fullt af stórum löndum og velt fyrir sig hvað Íslendingar eiginlega að gera. Við erum gríðarlega mikið afreksfólki bæði í hópíþróttum og einstaklingsíþróttum. Þannig að ég held að íþróttahreyfingin hefur gert mörgu leyti stórt og mikið starf og kraftaverk og ég held að við sem ekkert að fara með illa með fjármunina þar. Það annar hópur sem má líka hugað og
það fólk sem hefur séð íþróttamálin hingað til held ég sé líka mjög fært að skipuleggja öðruvísi tómstundastarf með góðum árangri. Nú, mér langaði aðeins að koma aðeins inn á frístundaskólana líka. Ég fagna því einu sinni að frístundaskólan séu og frístundi sem við tölum séu til umræðu. Þetta var skoðað svolítið á síðasta kjörtímabili. Það tókst ekki frekar en öðru kjörtímabili að koma þessi gegn. Kannski erum við að ofhugsa þetta. Ég held að sé alveg komið tíma á það að byrja og svo aðlaga því að hverfunum og aðlaga því að börnunum eða umhverfinu í framhaldinu. Við erum svolítið að reyna blind í sjón hvernig við erum að gera það. Ég held að sé bara komið tíma að gera það. Og svo förum við bara og breytum því og lögum það að aðstæðum hverju sinni. Nú, ég alveg sammála og loga því og hef svo sem haldið því fram líka að íþróttir og aðstæða til íþróttaiðkunar eitt af stærstu aðdráttarvörnum sem við höfum þegar við erum að ræða búsetuskilyrði. Nú auðvitað atvinnan og annað, ég ger ekki lítið því. En þegar barnafólk að velja sér bústað og getur fengið vinnu annað, þá horfir það gjarnan til þess hvernig aðbúnaðurinn gagnvart börnunum. Og það velur sér oft bústað með það í huga. Og þá það líka verið að tala hvernig geta þau stunda þær íþróttir sem þeir eru að stunda og úrvalið náttúrulega frábært hérna á Akureyri. Við höfum gert vel. Nú, og heilsuefling, ég meina hún ekki bara íþróttir. Heilsuefling, andleg og líkamleg heilsuefling náttúrulega það sem skilar okkur áfram. En ég ætla nú bara að koma upp og þakka kærlega fyrir góða yfirferð. Ekkert með sérstaklega spurningar. Takk fyrir. Preben Jón Pétursson bæjarfulltrúi lokið máli sínu. Næst tekur til máls Njáll Trausti Friðbertsson bæjarfulltrúi. Forseti ágætu bæjarfulltrúar. Byrja að þakka formanni íþróttaráðs fyrir hennar ræðu. Bara rétt í byrjun hérna með dekkjakurlið, hvar máli stendur. Ég óskaði eftir í fasteignum í lok ágúst í fyrra. Þessi umræða verið tekin upp. Hafði áhyggjur af málinu. Þetta hefur tekið töluverðan tíma. Og nú sjáum við séð á síðustu vikum að það hefur verið töluvert mikil umræða í samfélaginu og tekið víða upp þetta málefni að skipta út, og það þá jákvætt ef eins og framkvæmdaáætlun bæris gerir ráð fyrir að gervigrasinu verið skipt út í boganum, sem kannski er mikilvægasti þátturinn í þessu máli, en hérna þetta er mikilvægt að notendur njóti vafans í þessu máli. Varðandi útvistun Hlíðarfjalls, þá hér á svæðinu á Norður-Austurlandi á undanförnum árum, þá hafa sveitarfélögin útvistað skíðasvæðunum sínum í nokkrum mæli. Til dæmis í Skarðsdal Siglufirði, þá var svæðinu útvistað 2008. Í Austurríki, í Oddsskarði, núna í haust, þannig að það er fyrsti veturinn núna sem að rekstraraðili tók verkefnið að sér, fyrir hönd sveitarfélagsins. Og eins og ég skil þetta, þá eru Dalvíkingar eða Dalvíkurbyggð að fara í samskonar mál með útvista sínu skíðasvæði. Þannig að þetta það sem menn hafa verið eða sveitarfélagin hafa verið að gera á undanförnum misserum. En það sem ég kannski, og við höfum tekið umræðina og þetta mál á tímabili fór til Atvinnuþróunarfélags Eyjafjarðar, og í þessari ræðu kynnt sem sagt að það sé búið að fela forstöðumann íþróttamála verkefnið að skoða útvistun á Hlíðarfjalli. Er þá búið að taka verkefnið frá Atvinnuþróunarfélaginu eða hvar stendur málið? Þetta er svolítið svona búið að vera svolítið ping-pong borðtennis í gangi í málinu undanfarið ár. Þannig að það var ágætt kannski bara að fá það fram þá hver er með verkefnið á sínum höndum í dag. En kannski helsta sem ég ætlaði kannski að ræða hérna í dag var
spennandi fyrirlestur sem ég fór á held að vera í byrjun mars og sem ég var á hérna og reyndar formaður íþróttaráðs, bæjarfulltrúi Ingibjörg. Það sem að Janus Guðlundsson var að kynna verkefnið sem heitir fjölþætt heilsurækt í sveitarfélögum, leiða farsælli öldrun. Og mér fannst þetta alveg mögnuð rannsókn og mögnuð kynning sem fór þarna fram. Þannig að ég ætlaði svona aðeins að fara bara eftir því sem ég man, en þess að við dættu sjálfsög ekki að hugsa að ræða þetta bara fyrir en að ég var að hlusta á ræðun áðan, sem sagt, þá mundi ég eftir þessum fyrirlestri, þannig ég nú segja töluvert eftir minni með þetta verkefni, en mér fannst þetta alveg ótrúlega spennandi verkefni og eins og stendur núna, þá held ég að vera að tala um að það eru 4 íslensk sveitafélög sem að fara í þetta verkefni og ef ég maður rétt Höfn, Húsavík, það var Suðurlandi og svo held ég eitt á höfuðborgarsvæðinu. Og ég hefði áhuga á að við Akureyringar myndum skoða þáttöku í þessu verkefni. Verkefni sarkópínia eða aldurstengd vöðvarýrnun, þetta fjallaði vel um það og hvernig væri þetta að vinna á henni fyrir aldraða. Og í stuttu máli, hann tekur semst aldraða og með rannsóknarhóp og vinnur með fólkinu í töluverðan tíma, að á einhverju 18 til 24 mánuðum þá gat hann sem sagt líkamlega getu áttræðra einstaklinga fært af niður 6 ár til 74 ára aldurs. Sarkópínia svona vöðva, sem sagt, þessi rýrnun, hún kemur hratt hjá fólki eftir 60 og þetta var sem sagt prógram, hreyfing, mataræði, næringaráðgjöf, en fyrst og fremst styrktarþjálfun. Og það var lykillinn að þessu, að okkar eldri borgarar hafi aðgengi og í styrktarþjálfun. Það sem náttúrulega fyrir sveitafélögin sem sagt áhugavert í þessu. Við höfum verið að kynna og rætt mikið hérna hjá sveitafélaginu öldrunarmálinu, öldrunarheimilinu í undanfarin misseri. Og það hefur komið fram að 24% á Akureyri eldri en áttræðir eru á öldrunarheimilunum. Og við höfum líka fengið upplýsingar um það að það öldrunarrými með ca. 10-11 milljónir á ári í rekstri. En heimaþjónusta sem við erum að veita öldruðum, samkvæmt skýrslu sem var gerð hérna á þessu áru eða við fengum í hendur, þetta þeir sem að nýta sér þessa þjónustu 200.000 krónur. Þannig að þetta gríðarlega stórt mál raunverulega að ef þetta svona, að við færum töluvert eða styrkjum fólki okkur, þess að það sem gerist, og ég kannski ekki búin að koma að ennþá, ég hef sagt eins og frá því nokkur stöðum, það sem merkilegt, þetta snýst lærvöðan. Það að halda styrk í lærvöða. Það að efla jafnvægisskynið með að styrkja lærvöðan í fólki. Og ef þetta með þessum hætti, þetta finnst mér að Akureyrarbær ætti að taka upp og skoða þetta verkefni og taka fullum krafti þátt í, vegna þess að við vitum bara í rekstri sveitarfélagsins og öldrun þjóðarinnar og annað, að þá verður það lykilatriði á næstu áratugum að halda og fólki vill það flestir, vera sér lengst heima við. Þannig að mér þótti þetta mjög áhugavert, ég vissum að bæjarfulltrúi Ingibjörgu hefði þótt það líka þegar við fengum að heyra þessa rannsókn og það var margir skemmtilegir fletir í henni. Í dag sem sagt 607 mann samkvæmt skýrslunni sem við lásum sem að nýta sér heimaþjónustu aldraða sem eldri en 67 ára á Akureyri árið 2014. Og sem sagt 210.000 krónur á mann í þeirri þjónustu. Þannig að einn einstaklingur, og þetta verkefni, þáttakan átti að vera 10 milljónir að taka þátt í þessu verkefni, sem tiltölulega, öflugt verkefni. Þetta svipað eins og raunverulega að halda einum einstaklingi sem sagt, heima hjá sér 1 ári lengur eldur en það þurfi að fara á öldrunarheimili. Þannig að svona í okkar umræðu og auðvitað þetta snýst velferð fólks og annað, en þetta líka áhugavert fyrir okkur í rekstri sveitarfélags og öldrun samfélagsins, þá fannst mér þetta mjög spennandi innlegg sem kom þarna fram hjá Janusi. Og hann nú búinn að vera greinilega að pæla í þessu mjög lengi. Þannig ég vil hvetja sveitarfélagið og íþróttaráð og þá velferðarráð að skoða þessi mál með svolítið opnum huga
og sjá hvað möguleikar í þessu stöðu að fá að taka þátt í þessu verkefni. Það þótti líka í spurðinu Janus á þessum Janus Guðlaugsson á kynningunni sem var fyrir 6-7 vikum síðan svo sagt að með þáttöku okkar þá skildist mér að Húsavík væri í þessu verkefni, þannig að það væri til dæmis þægilegt að fá annað sveitarfélag á svæðinu inn í verkefni. Ég hef áður varðandi aðra þætti, ég ætla bara rétt að koma inn á, ég ætla að þetta stutt. Innri leigubæjarins, við höfum rætt þetta áður fyrir 2-3 árum, þá skoðaði maður þessi mál ágætlega, það var 56% af kostnaði við, eða sem sagt fjárveitingu sem fóru í rekstur íþróttamálana sem var þá innri leiga til fasteigna gegnum húsnæðiskostnaðinn. Og ég hef nú trú að þetta sé bara svipuðu nótum. Við séum bara meðvituð þetta, þetta er það sem við þurfum virkilega að vera meðvituð almennt í okkar rekstri. Varðandi fína hugmyndir varðandi að fá krakkarna til að ganga í skólan en boð og bönn, ég er nú kannski ekki alveg þar en við erum þá að efla þetta bara hjá almenningi og að koma þessu skila, bæði bara sér hreyfing og svo náttúrulega bara meira öryggi inn í hverfunum að gangi sem flestir. Og ég held að sé nú vakning reyndar í þessu og að séu margir eins og rætti í veturvandi snjómóstur og annað, bæta hann kringu skólana og þá líka er að efla það sem flestir gangi í skólan. Fann þegar að það verið bæjarfulltrúi Sigurður Hultsen rætti sem kjarnaskó og þessar göngustíga, ég heldur að tala það. Það var náttúrulega minnast á græna trefilinn, að við byggjum höldum áfram að gróðsetja norðan við Glerá og út á Lónsbakka. Þannig að með samskona hætti með tíð og tíma verða þetta að búa til eitthvað svipað göngustígakerfið þar sem menn geta gengið skólendi sem afar róandi og gott að gera. Ég þekki það á Naustaborgum og Kjarnaskógi þar sem hann gengur heima frá sér. Þannig að svo komið því nú að. Og síðan með, bara rétt í lokin, að ég er hjartanlega sammála það sem að bæjarfulltrúi Preben Pétursson og bæjarfulltrúi Logi Már kom inn á varðandi samkeppnishæfni bæjarins í gegnum íþróttir og íþróttastarfsemi er náttúrulega gríðarlega mikilvægt. Og auðvitað er þetta líka eins og kannski komið fram, þetta er líka mjög stórt atvinnumál þá í gegnum ferðaþjónustuna líka. Og náttúrulega skemmtilega mannlíf og allt sem því fylgir. Þannig að það er að mörgu að hyggja en ég vildi bara sérstaklega í dag koma þessari, ég var algjörlega hugfanginn af þessu verkefni. Þótti það bara satt þessi alveg magnað ef þetta snýst svona mikið lærvöðun í fólki. Að menn geti með því efla styrk hans að þá gáttu menn lengt eða bætt lífskjör töluvert mikið með því að bara það að auka raunlega jafnvægisgetu einstaklinga. Þetta þarf ekki alltaf að vera sérstaklega flókið. Takk fyrir. Njáll Trausti Friðbertsson bæjarfulltrúi lokið máli sínu, næst tekur til máls Gunnar Gíslason bæjarfulltrúi. Forseti ágætu bæjarfulltrúar, ég vil byrja að því eins og aðrir að þakka formann íþróttaráðs fyrir ágæta framsögu og ágæta yfirferð og fína spurningar líka. Ég ætla nú ekkert að vera langorður ég ætla að byrja að viðra smá hugmynd sem að kviknaði á fundi mótun velferðarstefnu daginn. Það sem voru meðal annars að ræða það hvernig styðjum við fjölskyldur í vanda eða fjölskyldur sem hafa mikla þörf og bæjarfulltrúi Logi kom aðeins hér inn á áðan. Þá var pælingi þessi, við erum að setja ákveðna fjármuni í tómstundastyrk. Og mér reiknar svo til að ef við erum með 3000 börn á aldrinu 6-17 ára, þá er þetta 48 milljónir sem við erum að setja í þetta. Eins og þetta er gert í dag, þá færð þú þína ávísun senda og nýtir hana ef þú gerir það ekki, eða í gegnum þetta kerfi sem við notum núna. Ef þú gerir það ekki, þá verða náttúrulega eftir ákveðnir fjármunir þar að segja að það fer ekki eins mikið út frá bænum.
Gefum okkur það að þessum 3.000 þá nýti 2.000 einstaklingar sér þessa upphæð, þessar 16.000 krónur sem eru styrkurinn hljóðar upp á núna, þá verið að nýta 32 milljónir. Þannig eftir í bæjarsjóði eru þá verulega fjármunir og myndi gleðja formann bæjarráðs mikið reiknaði með í þeirri stöðu sem bærin í dag og okkur öll reyndar. En við getum aðeins velti fyrir okkur ekki hægt að gera þetta með öðrum hætti. Og það alltaf erfitt að finna kannski leiðir til þess að ákveða hvernig á að styrkja fólk. En ég velti fyrir mig hvort þið getur ekki verið bara með einfaldan hnapp á staðnum þar sem þú ert að skoða þennan styrk þinn og þú getur bara hreinlega afþakkað. Ef þú afþakkar styrkin, þá fer hann bara í pottin og stækkar þá framlag hinn. Þar með erum við ekki kannski með einhverja forræðishyggju í þessu, heldur að gefa fólki kost á því, ef það hefur ekki þörf fyrir að nota þessa upphæð, þessa 16 krónu til að niðurgreiða íþróttaiðkun barna sinna eða barnsins, að þá geti það komið öðrum til góða. Ég segi allavega fyrir mitt leyti, ég hef enga þörf fyrir þetta. Ég get alveg séð af þessum fjármunum og myndi ekki skipta mig í sjálfu sér einu máli í mínu bókhaldi eða fjárhagsdæmi. Og ég held að það eigi þannig við mjög marga aðra. Tökum bara lítið dæmi, ef að gefum okkur það að foreldrar 1.000 barna nýti sér þennan hnapp, eftir standa þá 48 milljónir og 2.000 börn sem það deilist á, þá erum við með 24.000 krónur á barn, miðað við það að styrkurinn sé núna 16.000. Og við vitum það og höfum reynslu af því að vegna þess að styrkurinn í sjálfu sér ekki hærri, að þá eru mjög margir efnalitli foreldrar sem nýta sér en ekki vegna þess að börnin fari ekki í æfingar, vegna þess að munurinn á milli styrksins og æfingagjaldana það mikill. Þetta hefur komið fram í könnunum. Og þetta bara eitthvað sem að ég held að væri alveg þessi virði að skoða og ég legg bara hérna inn í púkkið. Annað atriði sem ég vil minnast á hérna, það samstarf íþróttafélag, tómstundafélag og skóla, þessi heildstæði skóladagur sem okkur öllum mjög hugleikinn. Og ég held að við höfum öll verið með á okkar stefnuskrá í síðustu kosningum, þar síðustu kosningum og þar síðustu kosningum og hugsanlega líka þar síðustu kosningum. En það gerist ekki neitt. Það er búin að hafa verið settur á fót að minnstakosti 3, ef ekki 4 starfshópar sem hafa fjallað þetta mál. Og einhvern veginn finnum við ekki lausnina. Þetta, ef við ætlum að koma þessu á, þá þurfum við meira en rútur. Við þurfum með einhverjum hætti að endurhugsa kerfið okkar. Við þurfum að endurhugsa það hvernig við stundum æfingar eða hvernig íþrótt- og tómstundastarfið sett upp gagnvart þessum yngri börnum sem við erum kannski fyrst og fremst að hugsa Og kannski núna tækifæri líka til þess að stíga þá bara skrefið ennþá lengra og það það að taka bara skóladaginn og endurhugsa hann frá A til Ö. Þetta hefur verið rætt oftar en einu sinni og viðrað í svona hugmyndaflæðisfundum og þar til götum, en tekst einhvern veginn ekki að stíga skrefið að því þetta kallar á breytingar. En ef að stundaskrá yngri barna, jafnvel eldri, bara frá 8 til 4, krakkar koma og í kennslu frá 8 til 9, bara svona að gefa einhver dæmi og fara svo í einhvers konar tómstunda eða íþróttastarf milli 9 og 10. Þessi hópu núna, annar hópur eitthvað annað. Þetta bara spurningin að endurhugsa það bara allt kerfið. Og ég held þetta sé bara algjörlega þessi virði að fara að huga að þessu. En þetta kallar á samstarf allra þessar aðila og þá verða líka íþróttafélögin að endurhugsa alla sína starfsemi gagnvart þessum yngri. Annað sem að ég vildi nefna bara hérna að ég komi pínu óvart á þessum fundi stefnumótun eða undirbúning að vinna við velferðarstefnuna. Það voru þarna foreldrar sem fannst gjaldskrá íþróttamannvirki að vera orðin dálítið há
og höfðu áhyggjur af því hún hefði hækkað dálítið mikið á milli ára. Þar að vitna til þess að einstakt gjald fyrir börn fyrir 100 krónum í 200 krónum á þarfandi götum. Þetta eitthvað sem ég hafði bara hreinlega ekki gert mig grein fyrir að fólk væri að hafa áhyggjur af. Kannski þetta eitthvað sem við þurfum þá líka pínlítið að endurhugsa. Sumir hafa vilja halda því fram að Akureyringar áttu að fá fríktusund og aðrir borguðu þrefalt á við það sem nú er. Það þá bara eitthvað sem við þurfum að hugsa út í. En það alveg klárt að gjaldskránar endurspegla í raun og veru ekki kostnaðinn við rekstur íþróttamannvirkja, það vitum við. Eitt sem ég vil nefna líka er það að við höfum byggt upp gríðarlega mikið af mannvirkjum hérna á Akureyri, íþróttamannvirkjum sem skólamannvirkjum einnig, og það var nú bara þannig að það komu hér Danir í heimsókn nokkrir frá vinabæ okkar Rannes rétt eftir hrun, og þeir hafa búið að fara með þá í Hof og Verkmenntaskólann ef ég man rétt, og gott ef ekki Hólmasól, og enda svo upp í íþróttahúsinu í Giljaskóla, Fimleikahúsinu, en þá horfðu þeir á hópinn og spurðu býtu við hvað hrun voru þið að tala um. Hér hefur varla orðið nokkurt hrun miðað við það sem þið eru að sýna okkur. Svo fóru þeir að rífast um það hvort ætti að taka lán eða safna fyrir framkvæmdum. Það er annað mál. En við höfum byggt mikið upp á mannvirkjum og það er bara af hinu góða. Og það eykur náttúrulega líkurnar á því að fleiri njóti hreyfingar. Ég hefði kannski vilja að við beindum líka rannsókn okkar að því sem að bæjarfulltrúi Logi til þess nefndi hérna áðan, bara til dæmis að því líka hvað er stórt hlutfall barna almennt séð að stunda íþróttaæfingar. Hversu margar íþróttaæfingar og hversu margar íþróttagreinar eru bara börnin við höfðu að stunda. Maður hefur heyrt alveg ótrúlega tölur. En það sem ég ætla að benda á þessi tilviki er það, við byggjum íþróttamannvirki og við byggjum íþróttamannvirki. En það er alltaf sami skorturinn á tímum. Akkur er alltaf sami skorturinn á tímum? Æfingatíma fyrir börn, unglinga og fullorðna. Það sem virðist hafa gerst er það að æfingum bara fjölgar og íþróttagreinum fjölgar líka. Og ég veldi fyrir mig hvar er stefnan okkar í þessu máli? Hvar hefur bærinn sett sér einhverja stefnumörkun í því? Hvers konar íþróttastarf, íþróttaumhverfi og bara heilsueflingar umhverfi viljum við bjóða upp á? Ætlum við bara að halda áfram að byggja og svo kom bara íþróttafélögin og bara fjölga tímum og svo vantar tíma og unglingarnir eru áfram á vonlausum tíma á kvöldin, á æfingum, fara seint að sofa af því það er ekki pláss fyrir þau. Ekki bara þetta, heldur hefur líka aldur þeirra barna sem er að mæta æfingar farið lækkandi. Ef ég maður rétt var þetta komið niður 5 ára hjá fótboltanum. Þetta var ekki svona. Hver ákvað þessa breytingu? Það er þetta sem við þurfum að velta fyrir okkur. Þess vegna töluðum við sjálfstæðismennum það í kosningabaráttunni og ég held nú reyndar að einhverju fleiri hafa nú sammálað því og tekið það upp líka. Það er kannski bara ástæða til þess að IBA fengi stærra hlutverk í stjórnun íþróttamála hérna hjá bænum. IBA eru samtök íþróttafélagana sjálfra. Þar á kannski að takast aðeins á það hvernig bjargirnar eru nýttar, hvort sem það eru peningar eða húsnæði og mannvirki. Og ég held að við ættum að reyna að horfa til þess í meira mæli að virkja IBA, því að það er bara full ástæða til að gera það frekar en að endilega að taka þetta allt í gegnum íþróttaráðið sem slíkt. Síðan aðeins hreyfingu barna. Þetta voru ágætar hugmyndir sem voru nefndar hérna varðandi það að það mætti ekki keyra börn í skóla 300 metra og eitthvað svona. Það var líka kastað hér upp hugmynd sem var mjög góð, norskri hugmyndu göngustrætó. Hún var prófuð hérna í Brekkuskóla tíma voru sjúkraþjálfafélag Íslands minnum sem stóð fyrir því í samstarfi við skóla. En þá var verið að reyna að fá foreldra til að virkja þá með. Og þetta gengur út á það að það gengur eitt fullorðinn ákveðin hring og hann
tekur börnin svona með sér í halaró eftir sér og lappar sem sagt með þeim þá í meira öryggi en eða vera að lappa einn þá í skóla. Og ég held að þetta sé eitthvað sem við ættum svona að velta mjög alvarlega fyrir okkur hvort við ættum bara ekki að gera veruleika og reyna þá að finna leiðir til þess að gera þetta þó þannig að já, það má tengja þetta kannski að einhverju leyti starfi þeirra sem í skólunum hvort þið nú þegar. Nú bara velta þið fyrir sér. Þarf þetta að verða svo rosalega viðbótarkostnaður? Þetta er fín hreyfing og örugg. Og svo ætla ég bara rétt aðeins í lokin að nefna það að það er gríðarlega mikilvægt fyrir okkur að við komum á stað meiri uppbyggingu Hlíðarfjalli eins og er búið að koma þetta fram. Og það er mjög mikilvægt að þegar aðilar eins og vinir Hlíðarfjalls sýna frumkvæði og vilja til þess að leggja eitthvað mörkum inn í þetta með bænum, að þá nýtum við þau tækifæri eins vel og við mögulega getum. Ef við erum að fara að markaðssetja Akureyri núna, til dæmis að vetri til, sem í Bretlandi, þá liggur náttúrulega fyrir samkvæmt þeim könnunum sem hafa verið gerðar og á sínum tíma, að það er kannski möguleiki að ná 1–2% af þeim sem að fara á skíði frá London og þá er þetta kannski 6–12.000 manns sem að koma hérna vetri til. Við erum að fara að komast að millilandaflugi, hvað ætlum við að bjóða þeim? Og hvað gerist í Hlíðarfjalli núna ef að 6–10.000 manns kæmi inn á þetta tímabil sem nú þegar er fyrir? Það er alveg augljóst að það þarf að gera eitthvað til að efla svæðið, styrkja það og stækka það. Og samkvæmt masterplaninu þá liggur fyrir að gera nýja stólalyftu og leggja hana þarna upp á Stromp og það myndi gjörbreyta nýtingu svæðisins. Þetta er náttúrulega atriði sem við verðum að skoða fullri alvöru við leitum leiða til að útvista þessari starfsemi þó án þess að það bitni á þjónustu við íbúa og börn hérna á Akureyri. Það er fullt af verkefnum sem við getum unnið að sem bæta svona starfsemina og við þurfum líka að huga að því hvernig við ætlum að stýra útgjaldaþróunum og væntingunum en það gerum við sjálf. Ég er bara að skora á íþróttaráð að velta þessum þáttum upp. Takk. Bæjarfulltrúi Gunnar Gíslason er lokið máli sínu, næst tekur til máls Eva Hrund Einarsdóttir. Bæjarfulltrúi. Forseti og ágætu bæjarfulltrúar, ég vil líka þakka formanni Íþróttaráðs Ingibjörgu fyrir góða yfirferð sem var bara flottar umræður hérna í dag. Margar góðar hugmyndir komið fram og sem er örugglega spennandi fyrir formannin að taka með sér inn í nefndina. Ég ætlaði svo sem ekki að hafa þetta langt en nokkur atriði sem langaði að koma inn á. Varðandi frístundastyrkin. Ég er rosalega ánað að það var tekið skref í þá átt að hækka hann og hækka aldurinn og þetta var nú eitt af því sem við Sjálfstæðisflokkunni auk flestra flokka held ég lögð áherslu á í sinni kosningabaráttu. En það er eitt sem ég hef áhyggjur af og það er nýtingin hjá eldri hópnum. Hún er ekki góð og sem kannski segir manni hugsanlega það að sá aldursflokkur er ekki að stunda eins mikið íþróttir eins og aðrir og ég hef heyrt það og að í kringum svona 13–15 ára aldurinn þá séum við að missa krakkana út úr íþróttunum. Einmitt á þeim aldri sem við þurfum að halda þeim inni, til dæmis vegna í forvarnaskyni. Ég veit að styrkurinn, að hækka styrk aldurspilið var leið kannski til að reyna að halda þeim inni, en samt hef ég ágjörð því við þurfum jafnvel að gera meira. Og mér langaði að spyrja formann hvort að þetta hafi eitthvað rætt, hvort að séu hugmyndir innan nefndarinnar hvernig við getum brugðist við því. Varðandi samfellda daginn, mér finnst hugmyndirnas bæjarfulltrúa Gunnars mjög góð, en ég hef líka haft áhyggjur af því að við sem búin að gera hverja skýrsluna fætur annari og við erum ekkert að komast áfram. Og ég satt nú í skólanefndina
núna mín fyrstu 2 árin og þetta var margoft rætt en við fundum aldrei lausnina. Þannig að ég hef velt fyrir mér og rættum þetta líka hjá okkur innan Sjálfstæðisflokksins áður en við fórum á stað í okkar kosningabaráttu, hvort við gætum farið strax að stað með eitthvað, eins og til dæmis það að auka íþróttir innan bara frístundarinnar sjálfar. Við þurfum ekkert endilega íþróttafélögin til og þetta þarf ekkert að vera svo mikill kostnaður sem fylgir því og þetta gætum við bara gert strax í næsta mánuð. Þetta þarf ekkert svo mikla forvinnu. Þannig að þarna værum við allavega að stíga fyrsta skrefið og líka þá að bjóða þeim börnum sem að hafa ekki tækifæri á að stunda íþróttir vegna kostnaðar upp á það að kynnast þá íþróttum innan frístundarinnar. Mér langaði að spyrja varðandi samræmingu og skipulag á æfingatímum og leiðakerfi strætós. Þetta eitt af þeim málum sem að meirihlutin kom með hérna inn í upphafi þegar við byrjuðum hér saman. Hvar þetta mál statt? Af því það kom fram í ræðu og það á að hafa samráð þegar að fara, þannig að ég upplifi það eins og sé ekki enn farið á stað. Þannig að mér langar að vita bara hvar þetta statt, af því að það svo rosalega margir að bíða eftir þessu og þetta á ekki bara við æfingatíma barna, við höfum voru með rýnihópa þegar hjá okkur í kosningabaráttunni. Þar kom þetta fram hjá eldri borgurum að þeim fannst skort að tækifæri fyrir þau að komast í bogan yfir vetrartíman til þess að geta gengið þegar aðstæður vegna veðurs leyfa það ekki. Þannig að það var ágætt að við fórum svör við því. Ég hef svo sem ekki miklar áhyggjur af fólki á okkar aldri varðandi íþróttaiðkun eða eins og lýðheilsu eins og bæjarfulltrúi Sóley kom inn á. Mín upplifun að það sé búin að vera gríðarleg vitundavakning varðandi heilsu og líkamsrækt síðustu árin. Ég held að ég vann sem líkamsræktarkennari, ég byrjaði að vinna 15 ára sem líkamsræktarkennari í Studio Puls sem var eitt fyrsta líkamsræktarstöðin á Akureyri og það eru held ég konar 4 upp í kjölfarið, 2 eða 3 CrossFit-stöðvar, kjarnaskógur sífellt fullur af fólki á gönguskíðum eða labbi, hjólreiðamenningin, sundið, þannig að við tala nú ekki alla þessi íþróttaaðstöðu sem við erum að bjóða upp á. Þetta er náttúrulega, við erum á heimsmæli hvar meðan við höfðatölu hér í bænum. En ég er samt mjög spennandi fyrir verkefni sem að bæjarfulltrúi Njáll kom inn á varðandi eldra fólki. Það var ég held að væri mjög jákvætt að við myndum skoða það alvarlega, það verkefni að geti spara okkur mikið að geta, 6 ár bæjarfulltrúi Njáll. Já, ég held að það myndi alveg muna okkur í kostnaði varðandi þann málaflokk. En það er eitt annað, nú erum við að veita fullt af styrkjum hjá bænum. Við erum að veita styrki í samfélags- og mannréttindaráði, við erum að veita styrki hjá Akureyrarstofu, við erum að veita styrki í íþróttanefnd og þegar í fyrstu útleitun sem ég satt hjá Akureyrarstofu þá fannst mér svolítið vanta það að maður geti haft yfirsýn hverjum væri verið að veita styrki og hvenær þeir hafði fengið styrki. Ég veit að það er eitthvað búið að vera að reyna að taka þetta saman en ég hef allan ekki séð niðurstöðurnar á því, þannig að mig langar að leggja til að við myndum skoða það að það yrði útbúinn gagnagrunnur þar sem að allar styrkveitingar færu inn í, þannig að væri haldið utan þetta á einum stað, þannig að maður geti átta sig á stöðinni, af því við erum líka stundum að spá í hvað er mikið að fara til íþróttamála og hvað er að fara í annað, síðan eru þessir aðilar jafnvel að sækja styrki frá mismunandi nefndum, þannig að mér finnst skorta yfirsýn, þannig að þetta er eitt af því sem ég langaði að leggja til. Ég held, það var eitt sem ég langaði að koma inn á að því að formaður skólanefndar er hér, það kom upp hugmynd sem ég heyrði einhvers staðar, hvort það væri sniðugt að bjóða valgreinar í grunnskólum í
þjálfun og hópstjórn. Þegar nú svo mikið úlingum að þjálfa börnin, hvort við ættum að nýta okkur tækifærið og hafa þetta sem val inn í grunnskólanum. Og ég bara myndi þetta allt í henni núna í dag og þannig ég var ekki búin að taka þetta fyrir sjálf innan skólanefndar. Annað held ég að sé bara komið. Kærar þakkir. Hrund Einarsdóttir bæjarfulltrúi lokið máli sínu. Næst tekur til máls Guðmundur Baldur Guðmundsson bæjarfulltrúi. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég vil byrja á því líkt og aðrir bæjarfulltrúar að þakka Ingibjörgu Ólöfu Ísjöks sem bæjarfulltrúa fyrir hennar yfirferð á íþróttamálefnum og líka nota þetta tækifæri til þess að hrósa henni fyrir öflug starf á þessum sem formaður þessara nefndar. Þetta er ekki einfaldur málaflokkur. Þetta er eitt af stóru málunum okkar í þessu samfélagi. Við erum að kosta hátt í 1900 milljónir til æskulis- og íþróttamála hér í bænum og það eru miklu peningar sem fara þar í gegn og það er afskaplega ánægilegt þegar maður kemur upp í ræðustól eftir að hafa hlusta á þessar frábæru ræður sem hafa verið fluttar hér. Margar hverjar að miklum eldmóðum það sé mikilvægt að marka stefnu í íþróttamálum og ég er virkilega sammála öllum þeim sem hafa talað það að stefnumótun í því hvernig við ætlum að fara með þessa peninga er mikilvæg. Ég held að bæjarfulltrúi Gunnar, ég misti aðeins úr en ég held að bæjarfulltrúi Gunnar hafa akkúrat verið að minnast á það að þetta er nú svo sem búin að liggja fyrir bæjarstjórnum hér á langt skeið en það er alveg ljóst að við þurfum að velta þessu fyrir okkur hvernig við erum að ráðstafa þessum peningum. Þetta eru verið að takast á peninga milli annars vera afreksíþrótta og síðan íþróttamáli að barnan okkar og svo síðan eins og hefur hér komið fram bara almenningsíþrótta. Þannig að þetta eru stórt og mikið mál. En þannig ég held að það sé mjög gott ef að við getum nú, kannski verður það vonandi í framtíðin að við getum sest niður og markað stefnu. Það er náttúrulega til alls konar stefnur en það er svona kannski, við ættum kannski horfa og kannski eins og bæjarfulltrúi Sóley kom hér inn á, kannski að stokka þetta svolítið upp. En hins vegar er það þannig að þetta er, þrátt fyrir allt þá er það stóra í þessum málaflokki, það er það að fjármunir eru bundnir mjög mikið í fasteignum. Og þá er það spurningin hvað við eigum að gera í því. Við erum að bæta við sífellt fasteignum í þennan málaflokk og höfum gert í gegnum tíðina, en eins og hefur komið hér fram í umræðinu þá virðist það bara enga veginn, það virðist alltaf vera yfirfullt og eftirspurn verður alltaf meira heldur en framboð. Og það er líka þá eitthvað sem að stóra máli er. Hvað eru við að leyfa eða hvað er eðlilegt að börnin okkar hafi og æfi mikið íþróttir. Það virðist vera hægt að bæta í endalaust og þegar að, ég hef nú sagt hér áður í ræðustól að þegar menn eru kannski farin að bjóða börnum sem koma úr leikskóla eftir fullan leikskóladag, bjóða þeim kannski 3 í viku, knattspyrnuæfingu, 4-5 ára gömlum, þá finnst mér kannski við eigum að velta fyrir okkur hvernig við viljum gera þetta. Það hefur líka verið rætt hér í þessar umræðum samfellu milli skóla og íþrótta og það var eitt af það sem kom mjög sterkt fram á ágætu fundi sem áttum hér velferðarstefnu. Það var mjög skýrt hjá fólki að þetta var eitthvað sem fólk vildi horfa til og það lítur að vera skylda okkar bæjarfulltrúa í ljósi þess að horfa til þess að reyna að vinna á þessu máli. Það er vissulega byrjuð vinna í þessu en við þurfum að kannski á næstu árum að horfa meira til þess að reyna að koma þessu lengra heldur en við erum í dag. Það er eitt kannski vandamál segi ég kannski okkur. Ég er pínulítið að segja þessi vandamál hversu mikið magn af íþróttagreinum er í boði. Þetta er kannski svolítið skrítinn málflutningur en það er engu að síður þannig að sá fjöldi íþróttagreinum sem er hér í boði, hann er pínulítið, þetta er í minni samfélagum eru kannski menn með möguleika á því að bjóða bara upp á 3, 4, 5 íþróttagreinar og búa til meiri samfellu. En ef við ætlum að taka það þannig að við ætlum að búa til samfellu og ætlum að bjóða börnunum upp á allar íþróttagreinar og keyra það og transporta þeim alla bæ til að geta tekið þátt í öllu, þá erum við kannski að verða svolítið pínulítið í vandamálum. Og þá horfi ég kannski til þess að við ættum kannski af því að hér var rætt það að styrkja IBA. Jú, það er vissulega rétt, það hefur verið rætt það, en ég veit ekki alveg hvernig það er að ganga vegna þess að IBA kannski heildarsamtök en stóru félagin K og Þór eru lítt háð IBA. Þau eru starfað alltaf sjálfstætt og IBA er bara fyrir þeim kannski ekkert svona nema bara
nafn. Þannig að þá bara spurningin sko, hvort ættum við ekki frekar að reyna þá bara styrkja frekar K.A. og Þór með því að ekki styrkja, við ætlum ekki að styrkja þetta, bara styrkja þau, með því að í rauninni að þau kannski taki yfir fleiri íþróttagreinar undir sinn verndarvæng og þannig að við getum þá bæði verið með fjármálin og umsýsluna undir færri félögum og þá líka, þá gætum við hugsanlega meira náð samvinnu við skólana við þá þessi stóru félögum með að bjóða upp á það kynningu á sem flestum íþróttagreinum. Þannig að ég held að þetta sé eitthvað sem ég myndi vilja skoða. Það var rætt hérna ferðakostnað barna og það eitt af því sem að ég ætla nú ekki að beina mörgum spurningu til Ingibjargar Ólafar bæjarfulltrúa, en hins vegar held ég að ferðakostnað barna sé eitt af þess eilífa máli sem við þurfum að berjast fyrir. Mér sýndist að ég hefur að skoða á þann að það gert ráð fyrir 100 milljónir króna í ferðakostnað til íþróttasambandsins sem ætlaði til niðurgreiðslu á ferðakostnaði. Það bara undan alls ekki nóg og þetta er eitthvað sem við þurfum að berjast fyrir og verði hækka. Þannig að ég held að þetta sé svona eitt sem við gætum beitt okkur fyrir. Það vilji og menn hafa verið að ræða þetta veit ég á Alþingi en það hins vegar þetta ekki hækkun með 2 milljónir á þessu ári, enga veginn í samræmi við verðlag eða ekki, kannski samræmi við verðlag kannski akkurat en hins vegar kostnaðarhækkanir á liðnum árum hafa verið miklar í ferðum barna og unglinga og ég held að það sé mikilvægt að í rauninni að horfa til þess að þessi sjóður verði aukinn. Það var rætt hér og bæjarfulltrúinn Njáll kom hér inn á verkefni sem að Janus Guðlaugsson með lýðheilsu aldraðra og ég alveg sammála því að þetta virkilega spennandi verkefni. Við svo sem það vandamáli kannski að við akkurat sitjum sveitt við að finna hvernig við getum skorið niður í samfélaginu eða sett í rekstur okkar. Þannig að það svolítið erfitt að bæta við akkurat á því augnabliki en vissulega það þannig að þetta kannski sparar okkur til lengri tíma og kannski það ekki síst að þetta sparar ríkinu til lengri tíma. Vegna þess að þetta dregur úr því að fólk þurfi að leita sér hjúkrunar á 11 árum sem í rauninni hlutverk ríkisins. En vissulega þetta eitthvað sem við eigum að horfa til en ég tel að við höfum í rauninni gert verulega gott fyrir full aldraðar hér. Við erum með öflugt félag sem heitir Félag eldri borgara. Það mjög mikil aðstaða, það búið upp á mikla aðstöðu fyrir eldri borgara til þess í rauninni akkurat að hreyfa sér á Akureyri. Þannig að við erum kannski mörguleyti samfélag sem að gera ágæta hluti. Það fjöldi eldri borgara sem labbar á degi hverjum í boganum allan veturinn, síðan á íþróttavöllunum. Það aldraðir fara bæði í sund hér, í gönguferðum í kjarnaskoðu skipulöðum. Þeir eru í mínigolfi eða innigolfi, þannig að það ýmislegt sem í boði fyrir aldraða. Auðvitað það kannski það sem og ég ræddi hér á dögunum við einn helsta, íþróttafömmu Akureyrar, Hermann Sigtryggsson þetta mál og hann var akkurat að benda á það að það væri mýmargt í boði og spurningin svo hvort þetta nýta betur þá félag eldri borgara, reyna og kannski íþróttafélögum aðeins til þess að hjálpa til, liðka til, auglýsa, láta fólkið koma, að það kannski að draga fólk inn í þessa starfsemi. Þannig ég held að við höfum margt til þess í rauninni að efla íþróttastarf aldraðra án þess að kosta miklu til. En vissulega þetta áhugavert verkefni hjá Janusi og mér skilst að það sé að ganga vel, hann búinn að koma með nokkuð sveitarfélög í þetta en við svo sem hefum ekki endalega gefið þetta frá okkur en við munum örugglega ræða það. Ég hugsa að við tökum þetta bara upp á næsta bæjarráðsfundi undir önnur mál. Það kom líka fram hérna og ég alveg sammála því það var eitt sem kom fram á þessu ágæta þingi velferðarstefnu. Það var að fólk var að tala að hækkun á einstöku gjaldum í íþróttamannvirki og mér finnst í rauninni að við þurfum að horfa til þess að benda fólki meira á þessi kort sem við erum að bjóða upp og við erum að bjóða, ég meina þegar út með börn sem að borga 2.500 krónur fyrir árskort í sundi, 2.500 krónur er 2.500 krónur, þetta náttúrulega alltaf mikil mörgur sinnum sem þú getur farið í sund, þannig að það kannski ekki einstakt skipti kostar ekki mikla peninga. En þegar barnið þarf að borga 200 krónur hvert skipti þá þetta miklir aurar. Ég held að við þurfum bara, og þá kannski kemur það því að það var, ég held að bæjarfulltrúi Gunnar hafi minnst á það, hvort það væri í rauninni möguleiki á því að skal ég segja þér, það var frítt fyrir bæjarbúa. Það náttúrulega eitt af þess að við höfum verið að ræða í aðgerðahópnum rekstur bæjarins, hvort að þetta kom með einhverjum konar íbúakorti sem gæti í rauninni gefið möguleika á því.
Mér langar aðeins af því að það kemur ekkert, ég ætla ekki að, svo sem ég ætla ekki að lengja þetta mál rosalega mikið, ég held að þetta er bara svo skemmtilega umræður. En það var eitt sem var að tala hérna það var að bæjarfulltrúi Eva talaði styrki bæjarfélagsins og hvernig það var staðið að því. Við létum í bæjarráði vinna skoðun á úttekt á svona reglum styrki sem var að beiðni samfélags- og mannréttindaráðs og sú niðurstaða að það búið að vinna þá vinnu og það kemur inn í bæjarráðin í næstu viku sú umræða eða sú kynning. En hins vegar held ég að sé ágætt og rétt hjá bæjarfulltrúi Evu að það væri gott fyrir okkur bæjarfulltrúa og þá sem starfi í nefndum að það væri einhver svona gagnagrunnum þannig að menn getur séð þetta. Ég held að það væri mjög mikilvægt. Þannig ég held að það sé bara besta mál. En ég held líka, já, ég finnst í rauninni líka bara eða formaður íþróttaráðs eða það kom hérna fram á þann, var það dekkikurl hjá bæjarfulltrúa Njáli að hann hafi beðið þetta í ágúst á síðastliðnu ári. Það eru margir búin að tala dekkikurlið. Ég held að þetta sé í góðum farvegi núna. Bæjarfulltrúi Ingibjörg með þetta bæði inn í íþróttaráði og framkvæmdaráði. Þannig ég hef trú á því að þetta verði nú, við fáum þá einhverja verkáætlun þetta. Það er bara sem við þurfum að koma inn í fjárhagsáætlun. Þetta í rauninu og ég vil bara benda mönnum á það sem hefur komið fram og ég menna það hafa margir bæjarfulltrúar að tekið þetta mál upp hérna í umræðu. En ég bara kannski benda mönnum á það hvernig sambandið ályktaði þetta á sínum tíma að við ættum þá bara í rauninni að það væri ekkert, menn ættum bara að taka þetta inn einhverja verkefna áætlun og ég held að við komum til með að gera það. Herðu, en annars mér finnst bara gaman að svona umræðum og ég hlakka til að vinna með ykkur áfram í öllum málum og stefnumótun í íþróttamálum verður eitthvað sem að ég mikið, eða breytingar ég mjög spenntur að taka þátt í þeirri umræðu. Takk fyrir. Guðmundur Baldur Guðmundsson, bæjarfulltrúi, lokið máli sínu. Logi Már Einarsson, bæjarfulltrúi, beðið orðið. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, ég ætla nú bara að bregðast við fyrirspurn sem til mín var beint sem formann í skólanefndar. Nei, við höfum ekki rætt neitt sérstaklega að taka upp þetta tiltekna fag sem Eva nefndi og ég man ekki nafnið á, en skil hvað snýst. Enda tel ég nú kannski að það sé ekki endilega skólanefndar að vera með fingurnar svona í nákvæmum útfærslum á skólastarfi. Hins vegar get ég lýst þeirri skoðun minni að mér fyndist að skólarnir ætti að hafa töluvert frelsi til þess, sérstaklega þegar kemur að elsta stigi, kannski að greina sig kannski aðeins hver frá öðrum til þess að kveikja áhuga nemanda, þannig að þeir geti nemenda, þannig að þeir geti kannski valið sér skóla eftir áhugasviði, hvort sem að það liggur á sviði raunvísinda, verk og listgreina eða íþrótta eða annar hluta. En stóra svarið við þessari spurningu verður í bæjarstjórn 19. apríl þegar stefnuræða skólanefndar verður flutt. Logi Már Einarsson, bæjarfulltrúi, lokið máli sínu. Næst tekur til máls Njáll Trausti Friðbjörnsson, bæjarfulltrúi. Hann þarf að vera örstutt. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, ég bara held ég að við glemt að segja á hann því ég var að tala um þetta nýja áhuga með lærvöðan, aldurstengd vöðvarýrnun, sem snýra því að það var akkurat það sem kom fram í fyrirlestrinum. Þess að fyrirfram að búin að gefa sem að væri duglegur að ganga og hreyfa sig og annað, að þá væri maður að vinna gegn þessu. En það var eiginlega lykilatriði í þessu var það að menn færu í viðkomandi tæki til að þjálfa upp lærvöðan. Það væri ekki nóg að vera bara til bæ, þannig ég kem þessum bara upplýsingum fram og út, þannig að þetta sé allir með þetta á hreinu. Að það þyrfti til þess gerð tæki til þess að þjálfa upp vöðvan. Takk. Njáll Trausti Friðbjörnsson, bæjarfulltrúi, lokið máli sínu. Næst tekur til máls Ingibjörg Ólöf Ísaksen, bæjarfulltrúi. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, ég vil nú bara byrja að þakka fyrir skemmtilegar umræður og góða spurningar og vangaveltur sem hafa komið hérna fram í dag. Það nú þannig að það virðast allir hafa skoðanir í íþróttamálum og sem betur fer og þó nú einn sérstakur bæjarfulltrúi hafi sérstakan áhuga á lærvöðum. En ég tók nú niður punktana og þeir eru nú orðnir álíka langir og margir og ræða mín hérna áðan, þannig að þið verða að gefa mér smá tíma til þess að fara í gegnum þetta og ég vona ég ná að svara ykkur öllum.
Ég ætla að byrja bara á bæjarfulltrúa Sóley Björk þar sem hún var að velta fyrir sig hvernig við tengjum heilsueflingu, geðrækt og fleira. Og það er auðvitað eitt af því sem við erum að vinna að í íþróttaráði og þá líka bara spyrjum við í rauninni út frá almenningsíþróttum og keppnisíþróttum, afreksíþróttum, hvert er hlutverk bæjarfélagsins? Hvað eigum við að veita fjármagni okkar eins og vorum að tala varðandi stefnumótun í íþróttamálum, þá er það eitthvað sem við stefnum á að gera hjá íþróttaráði og höfðum inn í áætlun okkar en var til miður skorið út, bara í fjárhagsáætluninni. En þetta er eitthvað sem við viljum gera með íþróttahreyfingunni allri og bæjarbúum. Því þetta snýst ekki bara keppnis eða afreksíþróttir. Þetta er félagslegs eðlis líka, uppeldislegt gildi sem á sér stað líka inn í íþróttahreyfingunni og þetta er bara eitthvað sem við erum alveg tilbúin til þess að skoða fram og tilbaka. En það hefur nú verið sannað eða sýnt fram á það að aukin heilsurækt hefur áhrif á andlega heilsu. Og það var nú bara svona gaman að segja frá því að ég las rannsókn daginn þar sem var verið að tala og það með svo kom fram líka í sjónvarpinu í fréttum hjá lækni þar sem var verið að tala lyf og hreyfingu og það er nú þannig að þegar þú færð lyf þá tekur það cirka 3 vikur að byrja að virka fyrir andlega heilsu en það er nú eins með hreyfinguna. Það er öllum sagt að fara út að ganga þegar þeir líður illa en þeir fara eins og tvisvar út að ganga það gengur ekki neitt. En þeir þurfa að bíða í 3 vikur svona eins og með lyfin. En það virðist allavega hafa áhrif og aukin hreyfing hefur áhrif á andlega líðan. Íþróttaráð talar að séu miklar framkvæmdir í gangi, vissulega. Það er það svo sannarlega og við samþykktum hér framkvæmdaáætlun í fyrra við ætluðum að fara í þessu uppbyggingu. Við erum með mörg mannvirki eins og við komum hérna margoft fram í dag á okkar könnu í íþróttamálunum en það má heldur ekki gleyma því að þetta er ekki bara fyrir íþróttahreyfinguna. Þetta eru líka skólamannvirki. 50% tímans, þar sem almenn kennsla fer fram fyrir börnin okkar. En við þurfum auðvitað að halda þessum mannvirkjum við, þegar þau eru farin að valda slysahættu þá þurfum við að bregðast við. Og það er þannig bæði varðandi skautasvellið og bogan. Og svo tengist boginu auðvitað líka gúmmikurls umræðinu, ég mun fara í það hérna rétt á eftir. Bæjarfulltrúi Sóley Björk efast að fjármagn til íþróttamála sé vel varið. Það kom nú fram hérna í máli bæjarfulltrúa Guðmundar Baldvins hér áðan að mikið af fjármagni, eða megnið af fjármagninu er að fara í rekstur íþróttamannvirkja. Það að við höfum afar lítið fjármagn til annarra verkefna. Þegar við fórum í hagræðingu hér fyrir áramót í fjárhagsáætlun vinnunni okkar, þá vorum við að skera allt niður að beini. Við vorum að taka styrki sem við höfum veitt áður og skera þá niður. Og verkefni sem við ætlum að fara í eins og heilsueflandi samfélag, Akureyri og Iði sem við vorum búin að áætla 250.000 í, þetta var allt skorið niður og þar erum við ekki að skera milljónir niður, við erum að skera 50.000 kalla og 10.000 kalla. Meiri áhersla á lýðheilsu og byggja upp meira tómstundastarf í staðinn fyrir uppbyggingu og keppnisíþróttum. Ég held í rauninni að aukin áhersla á lýðheilsu sé bara góð og gild og það er eitthvað sem við þurfum bara að taka til okkar og vinna virkilega í. En ég held að þurfa ekkert endilega að koma í staðinn fyrir keppnisíþróttir. Ég held að við ættum líka bara að halda áfram að byggja upp keppnisíþróttir. Við erum að byggja upp einstaklinga hérna sem koma út í samfélagið, tilbúin til að takast á við verkefni daglegs lífs, eru skipulögð, öguð og eru vön því að þurfa að leggja á sig og skipuleggja sig. Og fyrir utan það að þetta eru fyrirmyndir fyrir okkar yngri krakka líka. Og þarna, svo erum við auðvitað líka að tala um það að þetta tengist auðvitað líka að þetta hefur hagræn áhrif fyrir samfélagið. Við erum með fjöldan allan af þjálfurum úti erlendis sem starfa við það. Við erum með líka atvinnumenn úti sem spila í handbolta, fótbolta og körfubolta og svo má áfram telja. Þannig að þetta hefur líka áhrif fyrir samfélagið og skilar okkur tekjum inn í bæinn. Fullorðið fólk, bara útivist eða þau hafa bara möguleika að fara í útivist eða inn í íþróttafélög til þess að stunda hreyfingu. Ég get nú tekið undir orð bæjarfulltrúa Evu Hrundar hérna áðan, ég hef ekki áhyggjur af þessu. Það hefur orðið mikil vakning hérna í samfélaginu á hreyfingu, almenn hreyfingu, hvort sem það tengist vetraríþróttum eða sumaríþróttum eða hvernig sem það er. Við erum auðvitað að byggja upp aðstöðu fyrir almenning. Við erum með göngustíga hérna, nýjasta nýtt er auðvitað drottningastígurinn sem þú keyrir varla framhjá eða gengur varla nema að sé einhver annar að rölta þarna hjóla eða á línuskautum. Við erum með Kjarnaskóg, við erum með sundlaugarnar hérna, við erum með Hlíðarfjall
svo má áfram telja. Og auðvitað erum við með fjöldan allan líka af líkamsræktarstöðum. Samfella skóla og íþrótta eða tómstunda, hún spyr hvort að leiðakerfi strætó hvort það sé eina leiðin sem hafi verið skoðuð. Vissulega ekki. Við fórum að stað með vinnu í rauninni bara á hausti 2014 og unnum þetta áfram og vorum að skoða þetta, funduðum með skólastjórum og forstöðumönnum stóru íþróttafélagana og það voru allskyns hugmyndir í gangi. Það voru hugmyndir að setja þetta inn í skólana þar sem við getum virkjað kennara og nú kannski möguleiki líka á því og ég hef nefnt að við fræðslufulltrúan okkar að tengja þetta kannski gegn nýja kjarasamningan okkar við kennarana, hvort það sé möguleiki að færa þetta frekar inn í kennslustundir. Þar höfum við kennarana til staðar og aðstöðuna. Það var líka rætt það að stóru félögin tækju þetta að sér, væru bara með tómstundaskólan sjálfir og þá vorum við tala Þór og Káa. Það var líka rætt það að breyta leiðakerfinu. Þetta eru mörg börn, mörg íþróttafélög, margar íþróttagreinar sem börnin okkar að stunda og þetta er stórt og flókið verkefni. Og það nú þannig að við höfum verið að ræða við önnur sveitarfélög og þau eru að glíma við það sama. Sumir fara á stað og rekast á allskyns hindranir og jafnvel hverfa frá verkefninu. En við erum að athuga með mögulega leiðir og erum að byrja á því að kanna þetta í gegnum leiðakerfið, hvort við getum breytt í einhvern veginn í takt við, þá ekki bara íþróttastarf, þetta er tómstundastarf almennt, eldri borgara og fleira, bara allt það starf sem í gangi í bænum. Það verður að tala hvað eru hinn 48% að gera sem ekki að stunda skipulagðar íþróttir. Það ekki fyrir alla að stunda skipulagðar íþróttir. Og ég get ekki svaraði hvað hinn prósentin að gera, en það eru ansi margir líka sem að stunda tómstundir, líkt og í tónlistarskóla og svo má áfram telja skátastarf og hinn á þessu. En það nú gaman að segja frá því að nú hefur tómstundastyrkunum komið svolítið til tals hérna og mögulega breytingar á úthlutun og styrknum og allt og svo má áfram telja. En íþróttaráð tók fyrir á fundi sínum núna daginn að breyta úthlutunarreglunum. Og við vildum koma til móts við þá krakka sem að þrífast ekki innan skipulagðrar íþróttastarfsemi og við ætlum að opna í rauninni mannvirkjun okkar eins og sundlaugarnar og Hlíðarfjall og börnin og unglingar hérna á Akureyri geta nýtt tómstundastyrkinn til þess að fara og kaupa sér áskort. Þannig að við teljum að það sé bara gott skref til þess að koma til móts við þá sem stunda ekki íþróttir. Hvaða stefnubreyting varðandi heilsueflandi samfélag, hvort það hefur orðið einhver stefnubreyting. Við erum að fylgja bara íþróttastefnu Akureyrarbæjar, þar sem við erum að reyna að hvetja alla til hreyfingar, hvort sem það eru börn, unglingar, fólk á okkar aldri hérna inni eða jafnvel eldri. En íþróttaráð í rauninni, við erum í rauninni bara að vinna því að taka saman þá hluti sem við erum að gera sem eru góðir og aðhyllast þessari stefnu. Þannig að við erum að gera margt gott. Við erum með tómstundastyrk. Það kemur meðal annars inn á líka mat í mötunetum í skólunum, hreyfingar í skólunum, styrk til íþróttafélaga, úthlutun íþróttamannvirkja og svo má áfram telja. Og við meðal annars núna daginn tókum við á því líka varðandi sölu og salgæti í íþróttamannvirkja bæjarins. Þannig að við erum svona bara að taka þetta í litlum skrefum og erum að vinna þetta. Núna erum við ekki með neitt fjármagn inn í þetta verkefni en við viljum samt sem að sinna því. Þannig að við verðum að gera þetta bara eftir því hvernig tími gefst til. Hvernig erum við að greina milli afreks- og keppnisíþrótta og móti almenningsíþróttum? Í rauninni það þannig að við erum auðvitað með afrekssjóð sem við úthlutum úr einu sinni á ári. Svo erum við að styrkja afrekshópa með því að úthluta tímum, eins og við gerum fyrir keppnisíþróttir. Og svo eins og ég sagði þá almenningsíþróttir í rauninni það bara svo aðstæða sem við erum að skapa hér á Akureyri. Bæjarfulltrúi Sóleyberg spurði líka aðskild spurning eins og hvernig væri hægt að hugsa hlutin öðru svo auðvitað hægt að gera það líka og ég bara kalla eftir hugmyndum. Það að við erum að vinna saman að þessum málum öllum og við erum með íþróttaráð og ég hvet bara bæjarfulltrúa Sóleyberg að koma sínum hugmyndum inn til síns fulltrúa og þá getum við rætt að tekja fyrir íþróttaráði. Bara endilega, við erum opin fyrir öllum hugmyndum.
Ríki VFMÍ 2,8 milljónir, hvernig hefur það mótandi áhrif á uppbyggingu í fjallinu? Það nú þannig að við vorum með annars vegar rekstrarsamning og hins vegar uppbyggingarsamning við ríkið. Rekstrarsamningurinn þessar 2,8 milljónir sem okkar hlutur á móti ríkinu til þess að halda skrifstofunni gangandi, halda uppi námskeiðum meðal annars fyrir fötluð börn upp í fjalli og svona nokkur mjög spennandi námskeið. Þannig að rekstrarsamningurinn hefur gengið bara áfram, þrátt fyrir hann hafi runnið út, en uppbyggingarsamningurinn féll út. Og það uppbyggingarsamningurinn sem hefur mótandi áhrif á uppbyggingu í fjallinu. Þar var það þannig að ríki kom með 1/3 á móti bænum í öllu framkvæmdir sem við fórum í, hvort sem það var Skautasfellið eða Hlíðarfjall. Og nú erum við að sækja á það að verði tekið fyrir í VFMÍ að við fáum mótframlag frá ríkinu upp í framkvæmdina á Skautasfellinu. Þannig að ef við ætlum í framkvæmdir varðandi Hlíðarfjall þá tel ég lykilatriði að við séum búin að ganga frá samningi varðandi uppbyggingu við ríkið. Þá það bæjarfulltrúi Logi. Hann kom með alveg afar spennandi hugmynd eflingu og hreyfingu barna sem Daníel setti 500 metra radíus í skólanum sína. Mér finnst þetta bara mjög góð og spennandi hugmynd. Og hann talaði líka að íþróttir væru aðdráttarafl, hingað sækir fólk. Og það vissulega rétt. Við sjáum bæinn fyllast fólki með skíði á toppnum á bílnum sínum á veturna og fólk að flykkjast inn í sundlaugarnar á sumrin. En aðstæðan hér hefur líka haft þau áhrif að Háskólinn á Akureyri alvarlega íhuga það að setja á stað íþróttabraut. Nú eftir mínu bestu vitund það ekki alveg fast mótað, en þeir eru vissulega búin að setja upp kennsluáætlun og vilja að koma þessari braut af stað sem frábært, ekki bara fyrir íþróttalífið, heldur bara bæinn í heild sinni. Hlíðarfjall varðandi sjálfseignarstofnun, mér finnst við ættum bara að skoða allt. Ég alveg sammála bæjarfulltrúi Loga að fara varlega af stað í þessa vegferð. Við erum bara að byrja að kynna okkur þetta, við erum að taka fyrstu skrefina í þessu. Ég og bæjarstjóri vorum í vinnuhóp ásamt fulltrúum frá Atvinnuþróunarfélaginu, þar sem við unnum nokkra vinnupunkta það sem ber að varast og hafa í huga þegar við förum í þessa vinnu. Og það meðal annars það að öll þjónustu í fjallinu í rauninni verði óbreytt ef við mögulega getum. Varðandi gjaldtöku í íþróttamannvirki í bænum þá það nú þannig að við höfum verið að reyna að halda kostnaði árskortum niðri. Vissulega það þannig að stakkgjald hefur hækkað, en við höfum reynt að koma til móts við bæjarbúana með því að vera ekki að hækka 10 og 30 skiptakortin og árskortin frekar en mögulegt Varðandi tómstundastyrkinn, bæjarfulltrúi Logi kom aðeins inn á það hvernig mögulega að dreifast tómstundastyrkurinn og kostnaður sem fellur á bæinn við hverja íþrótt. Nú þetta ekki bara íþrótt sem tómstundastyrkurinn nær til. Það nær til myndlistaskólans, tónlistaskólans og allskyns tómstunda líka, það má ekki gleyma því. En við höfum rætt við háskólann að skoða þetta frekar fyrir okkur og það að gera bara ýta enn frekar á eftir því. Bæjarfulltrúi Sigríður Huld var að velta fyrir sér hvað við getum gert til þess að hún var að lýsa yfir áhyggjum okkar að ferðastyrk milli landshluta. Ég get alveg tekið undir þessu orð. Þetta eru virkilegar fjárhæðir sem að foreldrar þurfa að leggja út fyrir börnin sín varðandi ferðalög fram og tilbaka milli landshluta til að stunda sína íþrótt. Og þessi styrkur hefur hækkað til ISÍ. Hann eins og bæjarfulltrúi Guðmundur kom inn á áðan, hann 100 milljónir, þannig að hann hefur hækkað töluvert. En ég held að við þurfum líka bara að koma skilaboðum til íþróttasambandsins og hreyfingarinnar því að langflest mót sem eru sett upp eru á Stór-Reykjavíkursvæðinu. Það eru vandræði fyrir félög á landsbyggðinni að fá íþróttamót hingað. Þrátt fyrir þessa góðu aðstöðu sem við höfum hérna. Og bara svona til þess að nefna þetta, þá vorum við Eiríkur bæjarstjóri á fundi með léttivarandi landsmót hestamanna. Og þar var bara skýrt gefið fram að 1 af hverjum 4 eða 5 landsmótum færi fram á landsbyggðinni.
Öll hin yrðu á Stór-Reykjavíkursvæðinu. Þannig að þessu misskipt vissulega og þetta eitthvað sem við og öll landsbyggðin ætti að beita sér fyrir. Bæjarfulltrúi Sigríður Huld kom inn á hvort það væri verið að nýta saman, hvort það væri eitthvað samlegðar áhrif varðandi rútingu, gistingu og fleira hjá íþróttafélögum. Ég allavega hef heyrt fréttir af því að bæði stelpur og strákar að nýta saman rútu og gistingu hjá stærstu félögunum að minnsta kosti og að biðja sérsamböndin að hafa mótin að þau liggi saman hverja sömu helgi þannig að það sé hægt að nýta rútur og gistingu. Og ég tala ekki að þetta auðvitað líka bara félagslegt, bara mjög gaman að blanda kynjunum. Hver ákveður æfinga álag á börnin? Sko, það eiginlega bara við foreldrarnir. Það bara þannig. Auðvitað getum við stýrt þessu heima, en við erum líka hluti af íþróttahreyfingunni. Hverjir eru það sem sitja í stjórnum? Það eru foreldrarnir. Og þú veist, ég sjálf á börn í íþróttum og ég hef alveg þurft að stoppa mína eldri dóttur af þar sem að hún hefur verið ansi kappsöm í að fara á æfingar. Þannig að við þurfum líka svolítið að fylgjast með þessu og hvaða áhrif það hefur fyrir börn að æfa 2-3 íþróttagreinar. Ég persónulega þeirra skoðunar að við ættum að kynna börnin okkar fyrir sem flestum íþróttagreinum fram til 12 ára aldurs. Þegar það í rauninni fer að koma aukin krafa á sérhæfingu. Þá þurfa þau svolítið að fara að velja og það gerist oft sjálfkrafa með börn. En auðvitað þurfum að stýra æfingaálæginu. Það fer ekki vel með neitt og við vitum þannig bara sjálf ef við farum að æfa 2-3 klukkustundir á dag, 6 daga vikunar. Við erum fljótt þreytt. En við megum heldur ekki gleyma því að það eru líka bara þjálfararnir í félagunum í dag eru með meiri menntun. Þetta orðið faglegt líka, faglegra í íþróttafélagunum. Og varðandi það að það sé verið að taka krakka í eldri flokka, þú veist, í rauninni get bara ekki svara því. Það verður eiginlega bara íþróttahreyfingin að svara fyrir. Það var spurt út í hvort að fullorðnir væri að greiða meira en börn á væntanlega í íþróttamannvirkin. Já, það er þannig. Almenningur að borga hærra gjald inn í íþróttamannvirkin heldur en börnin okkar. Við erum að greiða það niður. Bæjarfulltrúi Preben, hann kom inn á hlutverk íþróttaráðs, hvort við værum að nálgast málin á réttan hátt. Ég held við getum alltaf gert betur, það er bara þannig. Hvort það væri komið grundvöllur á að skoða eitthvað breytt fyrirkomulag íþróttamálin og forvarnir auðvitað undir samfélags- og mannréttindaráði og það var fyrirkomulaginu var breytt fyrir 1-2 árum síðan. þar sem vorum að reyna að fá forvarnafulltrúana meira inn í skólan og þeir eru orðnir fleiri í staðan fyrir að sé bara einn yfir málaflokknum. En ég er bara tilbúin til að ræða alla möguleika. Mér finnst það bara ekki spurning að skoða þetta. Þá erum komin bæjarfulltrúi Njáltrausta, dekkjakurli, hvar stendur málið? Þetta er búið að vera ansi lengi í umræðunni og eins og ég kom inn á í ræðinu minni þá er þetta eitthvað sem við þurfum að skoða alvarlega og höfum sem vissulega verið að gera. Ég hef verið í stanslausu sambandi bæði við KSÍ og ríkið og önnur sveitafélög varðandi þetta. Við höfum verið að kanna möguleika á hvað við ættum að gera og hvernig og með hvaða kostnaði í rauninni og það er verið að kanna þetta. Við erum að ráðast í rauninni í vandamála sem er stærst. Við erum að fara í bogan og erum að eyða 100 milljónum í það núna á haustmánuðum og við erum að kanna það. Í rauninni er heilbrigðiseftirlitið að bíða eftir niðurstöðum frá Umhverfisstofnun varðandi sýni á völlum hérlendis og niðurstöður að vænta á allra næstu dögum og í kjölfari því tökum við niðurstöðu hvort við þurfum að bregðast við strax og fara þá í alla sparkvellina. Þeir eru að með skils grasið í góðu ásigkomulagi en það þarf að skipta út gúmmí og þá er það ryksuðað í burtu og skipt út fyrir þetta iðnaðar gúmmí sem telst vera besta gúmmið í dag. Samband íslenskra sveitafélaga sendi póst á öll sveitafélög þar sem við báðum okkur að hinkra eins við. Það er þingsályktunartillögu í gangi og það eru mögulega breytingar á henni þar sem við líklega vera óska eftir því að sveitafélög fari bara í þetta samhliða viðhaldi. En þetta er bara eitthvað sem við erum með bak við okkur minnst degi og erum að bíða bara eftir niðurstöðum og munum bregðast við bara strax í kjölfari. Og erum einnig líka bara að óska eftir tilboðum það og í rauninni samlegar áhrifin að taka kannski alla vellina í einu. En við erum með 7 velli hér auk þess að við erum með 1 blakvöll. Varðandi Hlíðarfjall, það er ekki búið að taka verkefni frá atvinnuþróunarfélaginu, ef eitthvað berst frá atvinnuþróunarfélaginu, þá vissulega tökum við það bara til skoðunar. Það er ekki búið að loka á neitt þar.
Við fólum forstöðumann íþróttamála að undirbúa útlýsingu á þessu, bara útboðsgögn, og það geti tekið einhver tíma og við þurfum bara að sjá hvernig þetta fer. Þannig að við erum ekki búin að loka fyrir neitt en það er þetta bara mikilvægt líka bara að halda áfram uppteknum hætti þangað til eitthvað breytist. Ég get alveg tekið undir varðandi verkefnið hans Janusar, þetta er ansi spennandi og ég er alveg viss um það að við útrýmum spóaleikjum ef við einblínum á þetta verkefni. En látum okkur nú sjá. Bæjarfulltrúi Gunnar Gíslason, hann kom inn á hvernig við getum stutt fjölskyldur í vanda. Þetta er auðvitað bara mjög góð spurning og eitthvað sem við erum tilbúin til að leita svara við. Ef við getum mögulega komið til móts við einhverja fjölskyldu þá reynum við það. Og ég veit að íþróttafélögin eru líka að hjálpa fólki sem á í erfiðleikum varðandi fjárhaginn og vill að börnin sín stundi íþróttir. En varðandi tómstundastyrkinn þá tala bæjarfulltrúi Gunnar Gíslason það að það væri 48 milljónir áætlaðar með 3000 börn. Það er 36,3 milljónir áætlaðar í þetta því við reiknum í rauninni með 75% nýtingu þeirra barna sem eru í bænum. Þannig að við erum ekki með alveg svona háa fjárhæð þannig að formaður bæjarráðs getur aðeins sest rólegur niður og getur ekki fagnað strax. En mér finnst það bara góð hugmynd hvort við getum mögulega hækka styrk annara ef aðrir neita þessu. Þetta er bara eitthvað sem við þurfum bara að kanna. Varðandi heilstæðan skóladag, bæjarfulltrúi Gunnar kom inn á það að það væri tækifæri til að taka skóladaginn og endurhugsa hann upp á nýtt. Ég get alveg sammála þessu. Þetta er eitthvað sem við þurfum virkilega að skoða og ef eins og ég kom að í málum minni hérna áðan varðandi kjarasamningana, ef þetta er eitthvað sem við getum skoðið gegn þá væri það líka frábært. Því við erum í vandræðum með því að við viljum alltaf hafa æfingarnar eins fljótt, eins snemma á daginn og við mögulega getum fyrir börnin okkar, þannig að þau séu búið með sinn vinnudag 4-5. En það er erfitt, við erum bæði með íþróttatími í mannvirkjunum okkar fyrir skólana, þjálfarar, það er erfitt að fá þjálfara á vinnutíma því flestir þessar þjálfarar eru að vinna þetta í aukavinnu og er að koma eftir sinn venjulega vinnutíma, þannig að þetta er stundum púsluspil. Látum hún sjá. Varðandi IBA, það fái stærra hlutverk og það er í rauninni ákveða hvernig bjargirnar eru nýttar, peningarnir og húsnæðin og tímaúthlutuna. IBA er að sjá tímaúthlutun fyrir okkur. Og þeir taka þetta út 2 sinnum á ári hvernig húsnæðið er nýtt og við erum að fylgjast með þessu. Varðandi peningarna þá erum við í rauninni að skoða mögulegan samning við Íþróttabandalagið, hvað við getum gert og hvað verkefni þeir geta tekið að sér og Íþróttaráðið mitt, eins og ég kom fram í ræðu minni hérna áðan, að Íþróttaráð hefur óskað eftir að Íþróttabandalagið komi á okkar fund bara til þess að ræða framtíðarsýnin okkar. Því ég held sér mikilvægt, það er ekki nóg að kasta samning á milli, við þurfum að skoða þetta hvernig við viljum hafa þetta og sammælast stefnun okkar. En núna er það í rauninni þannig að ef það er stofnað því að við vorum að tala fjölda íþróttafélaga, þá er það þannig að ef einhver hefur áhuga á því að stofna íþróttafélag, þá gengur hann ekki bara beint inn í samning við Íþróttabandalagið. Hann þarf að sýna fram á rekstur í 2 ár, fara í vist umsóknarferli hjá Íþróttabandalaginu. Stóru félögin hafa vissulega lýst yfir vilja sínum að taka minni greinar inn til sín. Það er alveg vilja að hálfu stóru félagana en litlu félögin sjá enn sem komið ekki hagi því að sameinast. Og eins og ég segi, við neyðum engan í samstarf, það verður að vera vilja allra til þess. Varðandi hreyfingu barna, hugmyndin einhver taki börnin með sér og ganga hring í skólan, þetta er þetta bara gott og gilt, en mér langar líka að velta upp hlutverki okkar foreldrana. Við getum ekki alltaf hent öllu yfir á ábyrgð skólana eða íþróttafélagana, við berum líka ábyrgð sem foreldrar og það er líka okkar að koma börnunum okkar út að leika sér og hreyfa sig. Varðandi Hlíðarfjall þá er ég alveg sammála því að það þarf að gera eitthvað til að efla svæðið, get alveg tekið undir það. Bæjarfulltrúi Eva Hrund, hún kom inn á frístundastyrki, nýtingi á eldri hópnum ekki nógu góð, 13-15 á aldurinn, það er það sem þau detta út. Það hefur ekkert breyst, það er þessi aldur þar sem þau eru því miður að falla úr íþróttum og ég held að íþróttafélögin sé alveg meðvituð þetta og er að reyna að halda börnunum inni. Við hækkuðum íþróttastyrkin til að reyna að koma til móts við þetta, til sporna gegn þessu því að íþrótta í rauninni, gjaldið fyrir að stunda íþróttir hækkar eftir því sem það eldist. Það komið kannski í meistaraflokk hjá sumum íþróttum
og það sem við reyndum í rauninni að gera að breyta styrknum, hækka hann í þennan aldur og við verðum að gefa þessu kannski líka tíma. Þessi eldri unglingar okkar, þeir eru kannski ekki alveg átt að sjá og foreldrarnir á þessari breytingu og við verðum bara að kynna þetta kannski betur að styrkurinn nái til 17 ára aldurs. Og svo fundum við ungmennaráði líka daginn þar sem að þau í rauninni buðust til þess að fara inn í skólana með kynningu á hvernig styrknum háttað, hvernig hægt að sækja þetta. Og ég held að það sé bara mjög gott mál. Varðandi leiðakerfi strætó, þá höfum við verið þá hef ég rætt við bæjartæknifræðing sem hefur verið í sambandi við fyrirtæki sem að sérhæfa sig í því að útbúa leiðakerfi og það eru 2 fyrirtæki sem að hafa komið með tilboð og við munum bara fylgja málinu eftir og fá einstaklinga til þess að vinna þetta og ég held sér bara afar mikilvægt að hafa hraðar hendur og helst vera búin að þessu með haustinu. En já, ég held að sé ekkert mikið meira. Ég bara þakka fyrir góðar umræður. Mér fannst það bara virkilega skemmtilegt og ég bara stolt af hvað þið eru áhugasöm íþróttamálin hérna í bænum. Og bara ég búin til að setjast niður með ykkur hvenær sem til þess að ræða íþróttamáli. En takk hérlega fyrir. Ingibjörg Ólöf Ísaksen, bæjarfulltrúi, lokið máli sínu. Næst tekur til máls Sóli Björk Stefánsdóttir, bæjarfulltrúi. Ágætu bæjarfulltrúar, ég skal ekki hafa þetta mjög langt, en mér finnst það samt svona nokkrir punktar sem að svona ég vil svona ítreka kannski það, þú veist, ég held að ég sé bara, þú veist, ég fór eitthvað að hugsa þetta, ég er svona álíka mikil efasemda manneskja einhvern veginn íþróttahreyfinguna og bara kirkjuna, ég er bara svona efasemda manneskja, bara svo ég stilli því fram sko, hvað ég er að koma með þetta allt saman. Sko, Logi Már Einarsson talar að afreksíþróttir hvetji menn til hreyfingar og ég, þú veist, og bara að því ég er efasemda manneskja, þá ætla ég bara að spyrja, sko, til hverra nær hvatningin? Nær hún til þeirra sem að þurfa mest á hvatningun að halda eða nær hún til þeirra sem að eru ágætlega mótiveraðir en fá hvatningu til að gera ennþá betur? Ég bara setjast og ég held að sko, eftir þessa umræðu þá er bara það sem situr í hausnum á mér er bara að mér finnst við ekki almennilega vita hvað við erum að gera. Finnst við bara ekki hafa einhvern veginn svona, mér finnst bara ekki verið búið að greina þetta. Veist, hvað erum við að gera, til hverja nær það og hvers vegna erum við að gera það? Það er þetta sem ég finnst vanta og ég veit alveg að ég er ekkert að fara að fá neinn svör þetta núna. Þetta bara, ég bara vildi bara einhvern veginn velta þessu upp, þú veist, hvað erum við að gera, til hverju nær það, hverju njóta góðs að því, hverju þurftu á einhverju öðru að halda, þetta eru spurningarna sem ég held að sé bara svona lykilatriði. Og svo eitt bara, sem að bæjarfulltrúi Preben kom með, að við höfum verið að skila gríðarlega góðum árangri í íþróttamálum. Ég bara svona, það sem að fór í gegnum hausinn á mér var bara really. Erum við ekki næst feitasta þjóð í heimi og mestu geðlyfjunum? Ég bara, þetta er ekkert árangur á mínum mati. Að ég bara segja að þú veist, það eru þessar hliðar sem ég finnst við verðum bara að einhvern veginn velta upp jafnhliða. Þú veist, er afreksmennskan á kostnað almennar heilsu eins og bæjarfulltrúi Sigríður kom inn á? Bara hver eru afleiðingar þjálfunarinnar? Og ég hef bara efasemdir að afreksíþróttir séu endilega að vinna góða. Ég er ekki að segja að það sé ekki, ég er bara að segja efasemdir og mér finnst einhvern veginn að við þurfum einhvern veginn að koma til botns í því. Það er svona það sem ég vil segja. Mér finnst við vera svona pínu einhvern veginn í djúpulauginni bara að tróða marvaðan eða eitthvað. Eins og við séum ekki að taka ákvarðanir byggðar á gögnum og rökum og því allir. Og svo eitt að bæjarfulltrúi Gunnar sagði við höfum byggt mikið af mannvirkjum og það er bara af hinu góða. Og ég segi bara, ég bara sé ekki, þú veist, fyrir okkur bæjarfulltrúa sem höfum bara berum þá skyldu að berum ábyrgð á rekstri bæjarins og berum þá skyldu að hugsa heildarent reksturinn. Hvernig ósköpunum er það af hinu góða að við höfum skuldsett okkur upp fyrir haus til að byggja mannvirki og svo verjum við núna 1,5 milljarði á ári í vaxtagjöld. Ég bara fatt ekki alveg hvernig það er að finna góða. Þetta er semst bara svona,
lokavangaveltur mínar í þessu máli. Takk. Sóli Björk Stefánsdóttir bæjarfulltrúi hefur lokið máli sínu, orðið er laust. Þá segjum við þessari umræðu lokið og snúum okkur í 5. lið, skýrsla bæjarstjóra. Eiríkur Björn Björgvinsson bæjarstjóri tekur til máls. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Síðasti fundur bæjarstjórnar var 15. mars síðastliðinn og ég ætla nú bara að hlaupa á því helsta eins og venjulega því sem að við, eða ég og bæjarfulltrúar höfum verið að sýsla síðan þá. Við höfum aðeins verið að rýna í innkaupamál sveitarfélagsins, meðal annars hef ég verið í samskiptum við Ríkiskaup vegna þess að útboð Ríkiskaupa fer nú fram og þá erum við að skoða í rauninni hvar svona samlegð er milli okkar og Ríkiskaupa í sameiginlegum útboðum, en við höfum líka verið að rýna í útboð sveitarfélagsins almennt og innkaupastefnu sveitarfélagsins og ég myndi rætta við bæjarfulltrúa hvort það sé ekki ástæða til þess að taka innkaupastefnuna upp og skoða hana og svona í framhaldi af svona þeim samtölum að þá höfum við líka rætta meðal starfsmanna að taka innkaupastefnuna upp og til þess að hún sé bara til þess að hún sé virt líka eins og við þekkjum umræðuna varðandi Ríkiskaupa samningana að það er ekki forstöðumenn fara kannski ekki almennt eftir samningum alltaf en það er þá líka spurning hvernig við getum búið til einhvers konar aðgerðaplan varðandi innkaup sveitarfélagsins til þess að gera þau markvissari, til að gera þau skilvirkari. Nú síðan þetta hefðbundna sem við höfum verið að vinna síðustu vikur og mánuði, það er náttúrulega aðgerðarhópurinn hefur náttúrulega verið á fullu í vinnu og við svona endurvöktum líka stjórnsýslu hluta hópsins og höfum verið að fara yfir hann og fundum meðal hans í fyrramáli varðandi hugsanlega breytingar á stjórnsýslunni. Svo er þessi hefðbundu stjórnarfundi Þjóðskrár og stjórnarsambandsins sem ég hef setið. Nú, athyglisvert að segja hérna frá því að það var haldið hér mjög merkilegt málþing eða ráðstefna í Háskólanum á Akureyri 19. mars síðastliðinn. Þingið bar yfirskriftina Enginn er eyland og fráfarandi forsætisráðherra setti málþingið. Á þennan sama dag þá var setning á unglingameistaramóti Íslands á skíðum og unglingameistaramóti var haldið hér þá helgina. Síðan hafa komið hingað aðilar frá, að því hér voru minnst á kirkjuna, að æskulýðssamtök kirkjunar hafa óskað eftir því að munum vera hér með risa eða mikið og stórt æskulýðsmót í haust sem að hefur óskað eftir að við styðjum eða styrkjum og það erindi er bara til afgreiðslu inn í nefnd. Og síðan voru náttúrulega bara páskarnir sem að við vonum nú all virk og tókum þátt í með mismunandi hætti sjálfsagt. Við höfum aðeins mátt fund með starfsfólki búsetudeildar vegna þess að framkvæmdastjóri búsetudeildar hefur sagt upp störfum og mun taka við fljótlega við nýju starfi í Reykjavík og starf hennar hefur ekki verið auglýst en bara rétt þá að segja frá því hér að við áttum ágætis fund með starfsfólkinu þar sem við upplýstum að á meðan aðgerðarhópurinn er í gangi og stjórnsýsluhópurinn jafnframt hefur ekki lokið störfum að þá er ástæða til þess að velta fyrir sig hvort að þar sem að starfið er núna laust, að hvort sé ástæða til að gera breytingar á því en til þess að fyrirbyggja allan misskilning að þá auðvitað reiknum við með því að það verði einhver yfirmaður yfir þessum málaflokki því að það er að sjálfsögðu ekki þannig að fráfarandi framkvæmdastjóri hafi svo sem ekki verið að gera neitt. Það er gríðarlega mikil vinna sem er unnin þarna og ekki síst frá hennar hendi. Þannig að sjálfsögðu verður auglýst einhvers konar starf en það er það bara okkar að ákveða það í aðgerðarhópi eða stjórnsýsluhópnum hvers konar starf verður þá auglýst og hvaða breytingar, ef það verður að gera breytingar á því hvernig það verður þá gerðar. Bara til að koma því að hérna aðeins á þessum fundi, bæði til bæjarfulltrúa og eins líka þeir sem eru að fylgjast með umræðum. Nú, síðan er það bara aðeins að segja frá því að í síðustu viku var haldið málþing í Reykjavík jafnrétti í sveitarfélögum og ég flutti erindi þar sem ég fór yfir hvað við varum að gera í þessum málaflokki og hérna bara svona stuttumáli sagt að þá vil ég meina að við getum bara verið mjög stolt og ánægð hvað við höfum áorkað í þeim efnum
og málþingið var mjög vel sótt, góðar umræður og mikla fyrirspurnir og ég man ekki eftir, ég hef setið þó nokkra svona fundi jafnréttismál, ég man bara ekki eftir svona góðu málþingi eins og þarna í síðustu viku og vona að bæjarfulltrúar sem hér inni sem sátu það þing líka séu mér sammála. Nú, aðalfundur Norðurorku var haldinn síðastliðinn föstudag og ég satt hann að sjálfsögðu fyrir okkar hönd. Nú, í gær þá áttum við fund með fulltrúum eða sem sagt formanni Alþýðusambands Íslands vegna hugmynda íbúðafélög og almenn umræða húsnæðismál og á fundinum sátu líka fulltrúar frá stéttarfélögum og starfsmannafélögum hér á svæðinu. Þær umræður eru bara á algjöru byrjunarstigi og mjög mikilvægt að eiga þetta samtal við verkalýðshreyfinguna þær hugmyndir sem þau hafa uppbyggingu íbúðafélaga og til þess að efla húsnæðismál á öllu landinu, en það kom mjög skýrt fram í samtölum við þau að það ekki bara að vera að horfa til höfuðborgarsvæðisins þó að það sé í rauninni verkefni þó að byrja á því svæði. Nú, við fundum einnig í gær með fulltrúum frá, ég held að sé kalla Íslandsdeild Alþjóðagjaldeyrissjóðsins. Þau komu hingað og voru bara, ég var formaður bæjarráðs, sátum þann fund ásamt atvinnufulltrúa og þau voru bara að gera svona loka úttekt eða loka skýrslu stöðun á þeim, á þeirra vinnu hér á Íslandi og voru bara að spyrja okkur út í rauninni stöðuna hér á Akureyri og við vorum að upplýsa það bara hvernig bæði samskipti okkar við stjórnvöld hefðu verið og væru og hvernig staða sveitarfélagsins væri svona almennt séð. Nú sem morgun þá sátum við, ég og formaður bæjarráðs með endurskoðendur sveitarfélagsins því að ársreikningur fer nú að birtast og við förum að fara að kynna hann fljótlega í bæjarráð og bæjarstjórn og við vorum að ræða einn í dag samskipti við verktaka því að það er verkefni sem þarf endalaust að vera í skoðun og við vorum að fara yfir það hvernig við getum í rauninni skert á samskiptum og elt samskiptin við verktaka almennt í sveitarfélaginu því að þar getum við svo sannarlega bætt okkur en ekki síður að fyrirbyggja líka misskilning sem stundum vil vera á milli okkar og þeirra og síðan komum hér fulltrúar frá tónræktinni einnig í dag. Og síðan bara að lokum minna bæjarfulltrúa það sem það eiga sæti að 30. landsþing sambandsins verði haldið næstkomandi föstudag og ég reikna með okkur að við erum dugleg og mætum þar. Annað var ekki frá mér. Takk fyrir í dag. Björn Björgvinsson bæjarstjóri í málinu. Í lokin vil ég vekja athygli á eftirtöldum fundargerðum. Afgreiðslufundur skipulagsstjóra 3., 10., 17., 23. og 31. mars. Atvinnumálanefnd 16. mars, bæjarráð 17., 23. og 31. mars, framkvæmdaráð 18. mars, íþróttaráð 17. mars, samfélags- og mannréttindaráð 10. og 31. mars, samfélagsnefnd ferlimál fatlaðra 7. mars, skipulagsnefnd 23. mars, skólanefnd 21. mars, stjórn Akureyrarstofu 10. og 16. mars, stjórn fasteigna Akureyrarbæjar 18. mars, umhverfisnefnd 22. mars og velferðarráð 16. mars. Þetta er að nálgast fundargerðar á heimasíðu bæjarins og þá segjum við þessum fundi slitið klukkan 18:28.